Hann fór að skrappa að kaupa sér eitthvað heldur. Ég get byrjað, ekkert mál, já. Tómas að koma, hann ætlaði að koma og komst. Þannig ekki nema, já, það þarf að bíða smá. Erum við live? Ok, heyrðu, velkomin. Velkomin. Tíma. Já, einmitt, alveg þetta. Við erum að vinda okkur í topp 8 hérna á Skjálftanum 2025 í Smash mitt. Það eru margir hlutir að gerast í Smashinu einmitt núna, allavega hér á landi. Það verður áhugavert að sjá hvernig þetta fer. Þetta er annað mótið í röð þar sem að Maple Gold, okkar númer 1 spilari, er í Losers að toppa þetta. Hann þarf að hætta bara að hoppa í gegnum Loser og fara í gegnum alla það. Já, einmitt, hann gerði það einmitt senast, hann fór bara í gegnum Loser bracket og vann mótið þaðan. Já, það er eitthvað. En ég meina, fyrir einhvern sem að hefur bara unnið, bara verið dominant í mörg ár, það að það sé fólk að taka hann í Losers. Já, það var líka Þór sem náði það. Það var Þór sem var upper comer hjá okkur. Hann er ekki á powerrankinginu núna, en það lítur mjög vel út fyrir hann eftir þessa framstöðum. En við ætlum að byrja að sjá hérna í Losers round 1. Við ætlum að horfa á Break Nomad keppa. Þetta verður svolítið áhugavert. Ég held að sögulega vinnur Nomad Breka. Þetta er alveg hræðilegt matchup fyrir DDT. Ég get vel ímyndað við það nefnilega. Allir góðum. Já, wow. Já, hræðilegt matchup og líka ég var að tala við Breka á hann virtist ekki droslega confident. Hann mun samt ekki gefast upp, ekki halda það. En þeir eru tilbúin að fara í það. Já. Það er bara DDT kemst varla inn og er bara fastur, en gaman hvernig Breki nær að komast inn einhvern veginn. Já, Belmont bara eru svo miklu sónurar og DDT svo hægur að hann er bara rosalega með okkur stund. Það verður áhugavert að sjá að því að þannig sem Break mun ná yfirhöndinni er ef hann nær edgeguardinu, að því að Reykt er náttúrulega með hræðilegt recovery. Já. Þannig það verður svolítið gameplanið hjá hann að senda hann bara off stage og hann getur dreipið hann í 30-40 jafnvel. Já, bara þarf að stoppa teðrið og þá er hann góður. Einmitt, en þetta lítur svolítið grimt út fyrir hann bara kemst ekki eftir á stage. Hann bara næri ekki að komast og þegar hann hefur náð að komast inn þá er crossinn að koma tilbaka. Nákvæmlega. Hræðilegt. Hann bara hefur ekki verkfærin til þess að komast einhvern veginn í kringum allt sem að Belmont hendur út. Líka, hann er bara hann festist í eigin innheili og étur öxina fyrir að þetta er fyrsta stokkið og hann lítur grimt út allavega hérna svona í byrjun. Já, líka þegar hann er að kasta út Gurdó, hann er bara að gefa Nomad annað projectile. Nákvæmlega. DDT getur ekkert gert þegar annar projectile hittir það síðan og bara hefur ekki tíma. Það er allavega mjög riski að hann getur notað það einhvern veginn. Einmitt. Þarna hittir hann. Já. Hann næri ekki alveg að kapitlæsa sem daði, hann þarf svolítið að núna segi ég það, en DDT hefur ekki hraðan heldur til þess að elta hann uppi. True. Og forward throw, Nomad veit að hann er að fara að rúla aftur og bara rætur. Já, kastar öxi í vitlausa átt. En hann sendur hann aftur. Líka Nomad er alltaf svo góður að angla bakkarinn sín og hann er það. Það er alveg mjög important í þessu. En það er hann einn af betri spilurum hér á landinni og sýnir það mikið bara með Belmont sem hann er búinn að vera character loyalist í mjög lengi. Já. Erfist að það hérna. Uppið dreifur ekki. Þetta var gott í aðeins. Mér líður eins og 90% af þessum leik hefur verið Breki í loftinu. Já. og að vera hittur af ykkur leið og hann lendir. Sé líka Breki er að reyna að ná svona composurinn á milli stokks þarna. Kannski er það sem að skipta máli.
þessi projectiles eru að Já, hann bara kemst ekki inn og Nomad tilbúin fyrir öll gettuböpsunin hans. Já, Þá sé ég allavega hvað í gangi í salnum, má það? Ekki, þetta var risky side B hjá Nomad, það er mjög mikið andlega á þessu. Vondur ef þetta átt að vera eitthvað annað. hefur Holy Fire Downsmanstikur, þetta er 1 stokk, hann er á borðinu. Já, Þetta er ekki búið. það er samt erfið staða. Já, en eins og ég segi líka þá Belmonts stokkinu þeirra geta verið mjög stutt. Já, það þarf að ná hvað walk of forward er á hann, þá er hann góður. Ég veit. En samt, Nomad er bara ekki leið að breyka að koma inn. Nei, ég veit. Og hann sjötta líka svolítið mikið niður er ég að sjá Gordo hjá Brygg sem er helsta verkfærið hans til þess að gera neitt. Líka bæði versta og besta múfið hans. Já, Heitir næstu þetta, vá. þetta er góð staða fyrir Brygg. Vildi frekar fara eftir backar í staðan fyrir forwarder. Ég veit. Þetta var tækifærið hans Brygg til þess að ledstappa hann en hann hoppar af og leifir hún svolítið að komast aftur tilbaka. Kannski er búist við að hann fari lágt. Hann er svo upp í eð. Þetta lítur svona betur út. Já, hann Hann er er komin í kill% og hann getur tekið stokkinn. komið með betra momentum akkurat núna. Forwarder er tækifærið, hann hoppar af aftur og það er ekkert lett sjá kenna en ef það er þá leiti þetta út þannig. Samt erfið staða en Erfið staða. Hann er í 160 bara dáið. en DDD er mjög mikill heavyweight. Já, það er satt. Og hann tekur jethammerinn. Hann er að fara jethammerinn. Þetta er eitthvað sem Breki elskar að gera þegar hann er hvort sem hann er uppið eða niðri að jethammer og reyna að finna eitthvað rosalega stórt. Ég held hann alltaf að reyna footstúla eða eitthvað annað. Og við erum að sjá þetta bara eiginlega alveg snúast við. Ég myndi segja það auðvitað og sendur hann út af en Hann er Nomad er núna svolítið ekki alveg að fatta hvernig að ná að ná honum. Það er eins og Breki hafa adaptað rosalega vel að hvernig hann er að nota pre-attention og bakkerið er nóg gott í 200%. Næstu því draf ekki samt. En maður var að sjá þetta adaptation aðna. Já, maður var að sjá. Ég hef von á að Breki geti já, henni í freymi. Ég hef von á að Breki geti fundið út úr ykkur þannig að við vorum bara að sjá það líka að hann var að adapta og hann var svolítið að finna fætuna. Já, hann var að ná að gera það. Já, þannig ég er spenntur að sjá meira frá þessu. Veistu hvort að maður getur tekið mækina aðeins lengra niður eða? Það ætti að vera, ætti ekki að tóra bara á þér. Yes. En við förum í næsta leik. Breki með byrjunna, þetta er gott advantage hjá hann, nær 46% og meira. Já, ég held líka að Kalos er áleik mjög gott mapp fyrir DDD. Já, ég fílaði þetta counterpick. Ég fílaði það mjög mikið. DDD lifir svo lengi á þessu mappi. Já. Það er bara hárálegt. Og hann snæpar á mig sæti ég. Icelandic snæpar. Hann þetta er niður. Kannski held hann hafi jumpað eitthvað. Sennilega. En mjög góð byrjun hjá Breki. Mjög góð byrjun. Hann tekur þetta eins langt og hann getur. Já. Líka ég held að Kalos, það er ekki hægt að fara undir mappið, þannig að það er léttar að taka Belmont. Það er rétt. Ég veit ekki, þegar hann teðrar kannski. Já, það er rétt hjá þér. Ég var ekki mun að pæla heim. Venjulega hefði ég haldið reyndar að það verið gott fyrir DDD að hafa smá space fyrir neðan af því að hann vil svolítið svona stóla, sérstaklega Breki, undir og nota upper eða forwarder. Já, reynir alltaf að póka gegnum stageið. Einmitt. Það er ekki option hérna en þetta virðist skila sér samt. Breki er með yfirhöndina einmitt núna. Já. Og ég er raun og verið trú að þetta sé betra borð fyrir DDD. Já. Allavega en það sem við sáum á hann. Sýnist að Nomad ég var að fara að segja að hann væri að koma með meira advantage stage en Breki tekur það. Einmitt. Við erum að sjá svolítið meira af downer frá Nomad í þessum leikari taka eftir. Hann er kannski treystið sig meira til þess að gera það með engin center platforms eða plattform yfir stageinu. Nei, þetta er erfitt. Þetta er erfitt og hann tekur næsta stokkið. Breki búinn að missa svolítið momentumum sem hann fekk
gott backer og ferið til þess að edgegarda gott stöf, þetta er last stock á 0%. ég sá ekki hvað gerist þarna. Þetta krossin kom tilbaka og náði Kurtónu. Já, já, ég held það. Jú. Bara pressure með nér, dánir á skjöld, það er risky play, maður sér það ekki oft frá DDD. Og þetta er svolítið hættulegt núna, sérstaklega í svona háum prósentum. DDD mun lifa aðeins lengur, hann er ekki bara að deyja alveg strax. Samt Sideblastonin alveg frekar stutt á Carlos. Og sá líka að Breki þarna var að fatta svolítið með einmitt dánir, hann vissi að hann væri að fara að gera það, hann gerði svona tvisar í röð. Bara forðaði sér burtu. Hvað staði hérna? Hann á 160. Fær hana. En þá, þetta er rosalega erfið staða fyrir Breki að komast aftur tilbaka og hann sweet spotar ledgið og tekur leikið það 2-0 fyrir Nomad núna. Þetta verður erfitt að komast tilbaka frá. Ég hægt að minka mækina aðeins. Já, takk. En þóttu þetta sé svolítið, þetta er ekki beint one-sided myndi ég segja einmitt núna. Nei. Nomad er búinn að vera með svolítið lítið þetta og einmitt núna með 2-0 upp yfir hann. Já. Ég myndi ekki segja að þetta hafi verið sérstaklega one-sided leikir samt. Byrjunarleik 1 var auðvitað svolítið Nomad favored en Breki var að koma því tilbaka og í raun og veru kom því aftur í even. Já. Og sáum líka síðasta leikin þarna, þá voru þeir even í lokin. Já, maður sá það alveg. Þannig að allir leikinnir en það ég sé fyrir mér að það geti farið í hvora átt fyrir sig. En Nomad að vera alveg rosalega dominating hérna. Já. Hann er ekki búinn að fá prósent á sig á Commentator's curse. Fær allavega eitt kort og kannski fara eitthvað meira. En einmitt núna líður þetta mjög vel út fyrir Nomad. Já. Bara ná vel að space up. Dash-attack, það hefur tíma. Ok, þetta var gott prósent, hann gersamlega þurfti þetta. Þetta var rosalega gott approach hjá Breki, ég er mjög impressed með hvernig hann bara dassaði og hélt inn í skjöldi. Þetta var svo gott. Þvílíkt snæp á whippinu. Eins og varst að segja, hann er rosalega góður í anglis eins og hann þarf. Já, hann hefði ekki náð sig ef þetta hefði bara verið beint. Nei, nákvæmlega. Dragdownið aftur tilbaka, hann hefur búinn að vera að ná miklu af því á þessu stage. Já. Já, þetta er bara svo erfitt maður. Þetta lítur út eins og fjall. En þetta er kannski aðeins betur en fjall af því að það þarf svolítið lítið til þess að komast á toppinn. Já. Og þetta uppur er það sem hann þarf. Já. Og ég myndi jafnvel segja þessi even. Já, náttúrulega það tekur svo mikið að drepa DDD. Nákvæmlega. Reynir að fara eftir dash-tackinu þarna. Vondur hvort þetta hafi verið worthwhile trade. Ég veit ekki alveg, ég örugglega að Breki sé minna sáttu við þetta. Ég held að öll. Dodge SD-ið. Þetta var ekki gott. Súrt. En hann má ekki láta þetta fara í sig. Nei, hann var svolítið hræddur við eldinn, sá ég. Já. Eða við Aura. Það er Aura, right? Það er Aura. Þetta er mjög mikil prósent á Breka. Erfitt, hann þarf að komast aftur í stage og þarna upp-tiltið sem sendur henni disadvantage og F-smash. Ok. En er ekki nóg. Ok. Þannig til sendur hann á stage aftur, þetta er tækifærið en hann kemst aftur tilbaka. Nomad er að extenda smá hérna. Já, hann er að fara off stage mun meira en hann þarf í rauninni einmitt núna. Down smash. En Breki aftur komin inn. Hann þarf eitt hit bara. Þetta næri ekki að punisha upp í einu. Upp er ætt að taka það? Já. Upp tekur það, jafnvel frá hinni hliðinni. Ok, Breki er ennþá innit. Hann
þarf að ná að halda composure núna, hann veit að í rauninni 1 hit og 1 forward throw ekki nóg, lifir svo lengi en eitthvað 1 strong og þarna er það eftirtið, það drepur það tekur það gott sett hjá þeim 3-0 en þetta var close 3-0 já, þeir spilaði báðir rosalega vel hana já alveg samanlega já. En þetta þýðir að Nómad heldur áfram Já, og við munum sjá já, hver er næstir? Drögunum þessu He can't keep getting away with it Það er að vera sko. Allavega hana, meira respektful 3-0 heldur en seinasta sko Já, þetta var close Ég bara var ekki náði ekki að finna réttur rítinn og Skúli var með mig, ég var ekki að búast við mikið að upp í honum hans og svona Já, eins og þetta síðasta uppi sem hann náður ekki að punisha Já Ég náði þeirra svona að beita hann til að sleppa skjöld með operation Já Cougar man The Cougar man continues Viljið að ég tek við eða eru þið góðir í smá stund í viðbót? Kannski 1 round allavega hjá mér Já Ég kem og tek við síðan sig Af því þetta er svolítið sögulegt sett núna og við erum að fara að sjá Maple Gold Early sem hann kæmi kannski ekki óvart en þetta er Losers Round 1 Losers Round 1 sem er alveg klikkað Báðir spilarnir þetta hafa verið númer 1 á einhvern tímapunkti Maple Gold hefur verið það í mörg ár hvað, 3 ár núna? Já, samfellt menn það og Early náttúrulega stofnaði sinn og var númer 1 í jafnvel fleiri ár en það Já er ennþá top level contenders en þeir eru að spila í Losers Round 1 Já, það er alveg klikkað Ég man ekki nákvæmlega hverjum Early tapaði á móti, veistu það? Kannski tjekka hérna Já, kannski, ég man það ekki alveg en Early tapaði á móti Galdurkær Já, hann tapaði á móti Galdur Já, mér finnst Galdur alveg hann er búinn að vera að vinna meira og meira Já, hann er virkilega að koma svona aftur í formi sem hann var í á einhverjum tímapunkti, hann svona fekk pínu sláts hann svona byrjaði því rétt árinu við byrjuðum í sinni sko. Þannig við kannski munum ekki eftir Galdurkær in his prime eða síður in his prime eins og hann hefur heitið Mér minnir að á seinasta móti þá náði hann öðru sæti Hann gerði það og það í Grand Finals á móti Maple Gold Já hann er ekki alveg það er einhver breakthrough að gerast í sinnin hann er ekki alveg að ná svona á Maple Gold specifically en hann er ennþá rosalega hátt uppi hann Galdurkær með við hérna en þetta verður spennandi að sjá líka önnur ástæða fyrir þetta áhugavert er að á síðasta mótinu okkar þá var það Elli sem sendi Maple Gold í Losers Já, það var reyndar það sem er því það verður nefnilega ennþá meira spennandi þá hvort að hann nái að viðhalda því það gerðist náttúrulega í best of 3 og það gerðist áður en að Maple Gold kannski kveikti á eldinum sem að hann fékk eftir að tapa Maple Gold auðvitað náði rannbakkinu á móti Elli í því móti þannig þetta verður spennandi að sjá útkomuna þessu og í rauninni sögulegt Já, það er náttúrulega miklu meira skeri í best of 3s áður en maður er komin í top 8 Akkurat Það getur messa mann smá upp Maple Gold líka getur svona hann er með eitthvað rofa í kollinum sem hann getur bara kveikt á og spila betur en allir hérna Já en hann svona einhvern veginn það er ekki eins og hann kveiki á þeim rofa nema undir einhverjum ákveðnum kringumstundum circumstances segi Hvað er þetta óraforma fyrir aftan okkur? Elli var að segja hæfi breyga sem er á óraforma en já þetta verður spennandi ég er með hæfi fyrir sig Sýnst að báðir eru bara mentally prepare sig Janur er Hæ Elli Hann virðist vera spenntur Já Ég held að hann líði vel Já Hann er vongóður allavega Gott að sjá En vá Þóru þetta sendir Maple Gold í Losers svona ég er ógeðslega stoltur á honum Já, það var alveg klikkað Veistu hversu mikið hann er búin að prúfa? Já Líka ég var að tala við Juice Kid
hann bara reiður að þó poppaði ekki af að fólk heyrði ekki í honum. Það eru bara sumir þannig, tjúskir kannski er ekki alveg, skilur ekki alveg að pop up silently. Já. En ok, við erum að fara að bynda í þetta og Maple Gold gerir eitthvað óverulegt þetta vel. Hann hafði vitlaust Hann er með vitlaust takk og mögulega er hann með vitlaust costume af því ég hef aldrei séð hann rauðan á henn. Já. Þetta er reyndar alveg flott costume á Cloud. Þetta maður sér varla neinn breyting á costume. Þetta er meira burgundy, ég það ekki? Já. I think so. Er það svona cirka svona litir? Það er based á einhverju, er það based á, þú veist, einhverjum soldier eða eitthvað í Final Fantasy 7? Ég veit ekki, ég hef aldrei spilað Final Fantasy. Nei. Já, þú mátt líka faðir, eða vilt. Þú mátt líka faðir. Heresy. Það verður að saka okkur fyrir að hafa aldrei spilað Final Fantasy 7. Þetta sýnir bara að við erum New Age. Já. New Blood. Þú mátt alveg faðir. Nei, takk ykkur. Takk samt. Já. Sækir að hann var ekki með... Nei, ok. Nei, bara Maple. Þetta var deep cut í Doubles þegar við tókum Quad Clouds og kalliðum okkur allir takk sem var með Maple Gold. Já, ég sá það. Það er peak ultimate að geta svona messa bara around. Já. Við erum að exposa controlin hjá Maple hérna. Hann er með svo weird controls. Þetta er leyndamálin hérna. Hæ Eli. Hann er með skrýtnustu control sem ég hef séð. Ég reynda að taka ekki eftir, hvað gerir hann eitthvað merkilegt? Hann hefur smash stick, hann hefur jump á B, hann hefur attack á X, held ég. Okay. Eða á Islón. Það er eitthvað whack. Það er eitthvað nummer 1 spilara whack, sko. Hann er ennþá með villistak. Hann glemdi að kaupa Maple. Hvað er það að gera? 1 second. Það eru 2 leiki liðnir á hvernig fyrsti leikurinn er liðin. Og hann valdi líka sama kostjúm. Kannski var það viljandi. Kannski fílar hann hann lit. Það er að 2-0 fyrir Ellie hérna. Ekki það að Maple Gold geti ekki 3-0 sko. Ok, þá er það for real. Núna er það for real. Loses round 1 í top 8. Maple Gold vs. Ellie. Maple Gold að velja burgundy kostumið sem er reference á ykkur í Final Fantasy 7 sem við skiljum ekki af þegar við erum ekki kultúræðir. Já. Let's go. Hann er ekki með hoppi, ha? Hann er með limit. Got awareness. Ég var mjög expectað að myndi degja hana. Já, ég meina Cloud ekki með hopp off stage, mjög hættulegt, en limit er bjargaðanum. Það er eitthvað... Ó, guð. Hvað er að gerast? Eitthvað controller-vision samkvæmt sýnist heyrist mér. Síltakinn hans er ekki að virka, já. Já, það er svo Gamecube fjastningar. Leiðilegt, ok. Erum við að fara 3 áður en að 3 við þér? Er þetta í lagi? Ok, þeir ætla að halda áfram að spila. Mér syns þetta er í lagi. Neutral start. Og það einhverjir tæknilegir öðru leikar skil ekki alveg. Er líka ákveður að halda áfram að spila? Hljómar svo sem er control malfunction. En hei, það... Ég meina... Ellie er það góður í leiknum, en það þarf ekki endilega að stoppa hann. Það getur ekki nota síltakan. Þetta er... Hittir, limiti hennar dættir út! Hennar dættir úr því... og forward er rosalega vel placed. Ég reyndar sá Maple vera að praktisa forwarder inn í backer í training móti rétt aðan. Þannig... Það er hjútsundar. Ég hefði haldið að forwarder inn í forwarder væri meira hans stíl. Já, kannski. En hann er limit núna, besti karakterinn í leiknum. Hann er með svo gott airspeed. Núna er hann ekki lengur besti karakterinn í leiknum. En hann fekk gott damage og hann er með mjög gott lítið núna. Hann virðist ekki vera hræddur við neitt. Það er samt erfið staða hérna off stage. Gott get up attack. Ellie er smá struggle að bara fá eitthvað confirm. Já, hann svona næri ekki alveg, hann er ekki alveg ná rytmanum að
komast inn. Hann svona kemst í neutral og síðan býður hann bara eftir einhverju. En Já. Maple Gold er of hraður til þess að leyfa hann að fá neitt. Hann er stoltið bara að fá, þú veist, eitt bomb hit og Já, en þetta upp ég sem reaction, Það- það er gott að drefur Mhm. í á 180 samt og hann er heilum stokki niður. Hann þarf svona að reyna aðeins að skipta hraðstillingu. Já. En, Verðist þú að gera það? já. Þeim Ellie elskar þessi downers en Hann gerir það self-a special. eins og það Self kallast. special, já. Hoppar yfir limit blade beam. Já. Þetta upp er glæpur. Má ég tala um þetta upp? Þú mátt endilega gera Það endist í 10 sekundur. Ok, ekki alveg. Það endist í 10 ár. Og það drepur. Og það breytir ekki styrkleika. Það er ekki með sour spot. Það er bara sama styrkleiki yfir allt durationið. Það getur gert movið og 2 sekundum setna hittir það að þú ert dauður. Ég held að það hafði svo spot. Nei. What? Það er svo mikið crime. Það er actually crime, sko. En Ellie er að bring it back. Ég misti svolítið af Já. hvernig hann náði En- stokkinu. Það ranti yfir uppir. Hann er með Samt bombu í hendi. álegg. Bakkerið rétt svo sendur hann ekki af. Þetta var mjög riski á Þetta var Maple. riskið. Báðir mjög riskið. En Dastaki ætti að taka drifur á tóknum. tekur það, vá. Maple Gold bannar FD og síðan heyrði ekki restina. Já. FD er smá sér lótt tán. Það er spurning hvort það er hægt að counterpicka í þessu matchupum. Já. Því að ég held að þeir fílu sömu stagein. Ég held að ég er surprised að Maple Gold banna ekki Kalos. Ég veit að Ellie elskar það borð og ég sé ekki fyrir mér að það sé endilega þakklátt fyrir Cloud. Já, ég get... Jú, með vegginn kannski. En þú veist, plattformum mest kannski pínu upp í spacing á airlínum og eitthvað. Já, true. En þeir bara gentlemen aftur í PS2 greinlega sammála að það sé mest neutral fyrir þá. Já, þetta er... Ok, hann makear það back. Limit. Limit er huge einmitt núna. Ellie er að ná rosalega vel, eða ná betur að finna openingin sem hann svona getur kapitalisa. Hann var áður fyrir að svolítið bara bíða út í hotni og svona ekki alveg finna. En hann er að ná þessum bombum niður á réttum stað og slíkt allavega meira en hún finnst mér. Já. Nær ekki bombin í forward er... Back throw, drefur ekki. Þetta var réttlust í hæsindis mér. Bítu. Bíddu. Var þetta crosslash að klanka við bombu? Hann crosslaði til þess að stoppa bombuna. Til þess að stoppa bombuna? Er þetta Það var- eitthvað sem við höfum bara ekki séð? Það er klikkað. Nei, þetta var svona bara. Þetta ætti að drepa. Back throw, rétt út í hotn, já. Samt rétt svo. Það þarf eitthvað gott. Bakkerið, Ég ætla að segja Cloud hann þarf backer. eitthvað. Cloud. Cloud. Backer. Limit crossleg gott að fyrir hann að halda shieldið þarna. Þetta var góð pressa samt frá Maple Gold. Þetta er smá bara scramble hérna en Já. þeir eru að treyta góðum hits. Þetta er ekki góð staða fyrir Maple. Ekki góð staða, hann getur hafði ekki forðir. jump Hann þarna. gæti ekki farið að neitt annar stað. Já, Og hann var ekki tilbúinn fyrir að upp í að treyta. næri ekki að punisha upp í þarna. Þetta lítur mjög vel út fyrir Ella. Hann Já. er eitthvað búinn að fatta. Þessi up tilts. Bakkeri sendur hann af. Næri chapter Samt- limit, hann er ekki með hopp núna. Samt slæm Hvort það staða. skiptir máli, nei. Tónleika á tiltölulega auðvitað með að komast aftur á stage nema hann sé mjög langt frá. Þetta voru 4 backers eða. Það er annað. Bakkeri slept on hjá tónleika því það leiðir inn sjálft sig og leiðir síðan inn í ner og eitthvað. Já, Krossla sér hinn áttina, classic. samt þetta er alveg frekar jafnt hérna. Þetta er orðið frekar jafnt. Þetta leit vel út fyrir Ella áðan en núna er Elli bara með stóra særið sitt, hitfixin sín bara að setja ómikli press á hann og hann er bara ofræður. Bakkerið, Hann er að fá limit hérna. Næsta hit, ætti Það- að gefa hann það. þetta er limit. Þetta er mjög hellet.
Downsmash, ok. shit. Áhugavert Maður option, hann Sér það ekki oft. ledge trapping og limit bleipim drepur, já, Það tekur hann, algjörlega. vá. Maple Gold tekur þetta leit svolítið illa út fyrir Maple Gold þannig í miðinni, Já, en ég meina eins og top level spilur gerir þá að data hann bara. já. Þetta crosslash fyrir bombuna, Já, ég veit það ekki, er það eitthvað sem að þú heldur að sé vitað, eða veist hvað sé algengt þegar þeir spila spesifík? Ég held ekki, þetta er allan fyrst skipt sem ég sé Mér það. líður eins og ég hafi séð það einu sinni áður eða eitthvað, en þetta er samt crazy. Já, En þeir fara aftur á PS2, já. greinilega mjög sammála að það sé bara best að gera það. Hann Maple er ekki með hopp, startning hérna. stór hitbox. Mjög góð start. Dem, ég kann ekki að tala. Mjög góð byrjun fyrir Maple hérna. Sérstaklega með hennar hraða, því ég meina Maple Já. Gold svolítið bara er eins og lím á manni stundum. Já, það var samt frekar riski að fara svona djúft. Hann var að reyna eitthvað kleif þarna, droppa niður fyrir limit cross slash. Sendur hann af, þetta er slæmt, eitt gott hitt frá Maple Gold mun drepa hann núna. Er frekar nálægt limit líka. Erli er búinn að Alveg út í hotni. Henni er búinn að eyða svona 70% af þessu setti í hotninu. Það er það sem Tungli gerir, það er það sem Elli gerir. Já, Hann er bara svo góður að finna réttum tíman. Downsmash aftur, þetta er held ég annað sinn sem ég setja á æfinni, fyrsta skiptið var áðan. En ef þessi tekur það nýjánt. Já, á bara strax leiða hann spanar forðir. Það var bara inn í það, næri ekki pönnu sinu. Það er áhugavert að heyra, ég hef ekki séð eitt uppsmash frá Maple Gold. Er það? Ég sá eitt en hann gerði það á skjöld. Já. Þannig að það var punist. Aftur á móti hefur séð 2 downsmash. Já. Það sé svolítið eitthvað sem maður er ekki vanur með klad. Erli elskar að kasta springi á skjöld og hoppar til þess að ná henni. Já, algjörlega. Og það er eitthvað sem Maple Gold veit 100%. Já, vá, bara forðir tekur það. Já, þetta var eitthvað suspicious DI held ég hjá Ella bara. Já. Hann hefði vel getað leiðað þetta held ég. Nálægt limit. Ok, hann er með limit hérna. Vá, þeir eru bara að hoppa hring í kringu hvernig annan. En Maple Gold hann er hann á öffnans. Hann er á En Maple Gold er svo einhvern veginn fast, hann kemst aftur á manni, hann hittir manni aerial og síðan blikkar maður og hann er aftur hliðin á manni. En þetta er reversal uppir. Það er Mjög gott upp drepur og endist í 4 sekundur. Já, Já, hann eins og er hann fór í dodger. gegnum það og endist bara nóg lengi. Bakari sendur hann af, hann í limit. ledge trap situation á Maple Gold er erfitt, hann heldur bara skildinum og rullar. Já, hann er með svo lítinn skjöld. Hann er ekki hrættur bara að halda skjöld. Ég held að S-Smash hefði Og F-smashið og ætti að S-Smash vera tekur það. það. Vá. 3-0 fyrir Maple Gold. 3-0. Hann er að sína Ellie, þegar þú vannst með algjört flúk, þú átt ekki sens í mig. Já, hann er komið, hvað kallar maður það? Losers. Já, hvað heitir það? Hvað segir það? Losers runnið. Já. Hann er að fara að koma með eitthvað stórt losers run. The Mango. Já, Mango losers run. The Mangoed. Spurning. En já, hann er einu skreifin lengra að taka bara mótið fyrir Ulysses. Já. Hvað erum við að fá Þór og Við erum alltaf að byrja á winners núna. Þannig það er annarkvort Þór, Galdurkær eða Juice Kid á móti Solar. Ég veit að Juice Kid er búinn að vera að hita upp spurningkvort sem búin að í. Já, náttúrulega Juice þarf að hafa þessa upphitun. Já. Það er bara kæraturinn demanda það. Ég veit, hvort að Þór sé ekki líka svangur í að komast aftur í leikinn sko, hann lítur að vera stoked að vinna Maple Gold. Ég veit ekki, við sjáum til. Við sjáum hvernig það er. Svona til. Ég held að Diddy Kong ströggalar smá með Robin matchupið.
Heldur það? Það áhugavert. Ég- Ég ég myndi reyndar halda ég myndi halda öfugt bara af því að Robin er með svo lítið airdrift. Já, það er enda true. En já, Ég nú er að þeir líka- hugsa svona meira, Robin hefur tools eins og bara Thunder til að stoppa monkey flip, Já. en annars þá hefur hann ekkert mikið meira. Nei, akkurat. Og þarna kemur maðurinn sjálfur, Þannig hinn eini og sanni Við erum break. að pæla að leysa ykkur af. Já, ég ætla alltaf að fara. Ég og Tíat tökum við. Yes. Takk fyrir mig, ég er búinn að vera Bjartsson. Já, og ég er Magic. Bara, Við erum spenntir að sjá restina af mótinu. Alright, hvað segir þið? Skjálftinn 2025, baby. Hvað er málið? Herru, næst upp á stream. Ég heiti Breki, eða Break, Ég er Kalli eða Kiki Kid. Kiki Kid. Þannig að, já, þetta er fyrsta skipti sem voruð að koma á Koms. Já. Hvernig fílar að væpi hérna á Skjálftanum? Frekar vel. Það er bara insane. Já, ég verð að segja, ég fíla rosalega mikið, þannig að háringurinn er æðislegur. Já, það er En eitt sem ég verð að segja við Skjálftan sem háringurinn hefur ekki, það er svona mismunandi hæðir. Þannig Kristján, Norðurlanda King hérna, hann er kominn inn til að farma Pikachu clips. en allavega hana, við erum á gólfinu með öllum. Ég get ekki, strákar. Ég er að spila, go. Ljúfir drengir. Já. Þetta eru rákiðir. En já, allavega, það er bara gaman að vera á gólfinu með öllum Já. í kringum okkur. Það er það. Í háringnum erum við erum á efstu hæðinni og það er enginn á efstu hæðinni nema við, sem er alltaf læg. Já. En mér finnst eitthvað svona ekstra svona spicy við að vera á gólfinu og þá kemur fólk að horfa og Já. þetta er svolítið stuð. En við erum að hoppa í þetta. Winner side, Juice Kid á móti Solar. Já. Fyrir heldur að... já. Sko, honestly, það er... Hvað myndið þú halda? Ég er með mitt svar, sko. Ég er með Juice Kid oftast. Definitely. Ég er bara Það væri vanlega hjá mér. That would be the smart choice. En ég verð að segja... Hann er bara, Solar er bara insane. Já. Hann getur kukkað reglulega. Sérstaklega recently. Ég er búinn að vera að Já. spila mjög mikið friendlies við hann. Og svona, ég dýðið í Pikachu, ég fyrir í bylgjum. Já. Þar sem að, ég fann út úr matchupinu og hann fann út úr einhverju nýju og nú þarf ég að adapta aftur. Já. Og hann er búinn að levela upp allavega á móti mér. Ég veit ekki hvernig það translatar í á móti öðrum playerum. Já. En hann er búinn að vera að kukka mig. En við erum að hoppa beint inn í það. Final Destination, Lucas á móti Pitt. Það er bara smá button check fyrst. En já, allavega þannig að... Ég get trúa að Pitt getur þetta. Já, Pitt er með rosalega fínt matchup inn í Lucas og Ness. Já. Þannig að... Bara eina sem ég myndi segja er versta við það er... Ég held að hann geta healað gegnum Arrow-in. Já, það er alveg big factor og þetta er ekkert eitthvað lítið líf sem hann fær. Hann fær alveg solid 6-8% fyrir hverja ör. Eða svona 4%, það er samt ekki, það er alveg nógu mikið. Það er ríklega mikið fyrir þetta matchup. Þú veist, það lætur hann, það forsar Solar að fara ekki í superkampi playstyle. Hann má ekki vera careless að leyfa Juice að heala bara 50% í hverjum leik, sko. Halda yfir svona 20, þú veist. Það er hann svolítið áhugavert. Healing sem mechanic í Smash er svolítið fyndið. Það er skringilegt. Já, þetta er eins og Robin. Já. Nosferatu. Það er bullshit, ég bara að segja það. Oh my god, þetta er versta move í leiknum að vera hittur af. Bara mér líður svo illa að bara, nei, hann er að heal, hann er komin úr kill percent og hann gerði fullt af damage, þú veist, það er bara mesta feels bad move að vera hittur af. Það er ekkert eitthvað svakalega gott, solid command grab, en, you know. Það er bara leiðilegt að vera hittur af og heala hann alltaf mikið. Og hann er basically að gera 36 %. Hann er að gera kannski einhvað 19 á þig og hann er að heala fyrir eitthvað svipað. Ég er ekki alveg viss hvað mikið hann healar. Já, nei, ég veit það ekki heldur nefnilega. Það held að það er aðeins meira ef maður rétt.
Já, en já, það er ridiculous amount. Það er bara, allt í einu bara, þú veist, hittir maður DDD upptilt sem dæmi. Þetta hefði drepið ef hann hefði ekki hitt. Hann hefði ekki verið healed. Já, en það er alveg, Robin needs it. Það er alveg bókað. Hann væri bara hörmulegur með án þess. En nú sýnist við erum að fara að byrja. Mér hlakka til að horfa á hann leik. Þetta gæti verið annarkvort rosalega fljótt tríó eða fucking hype set. Ég ekki trú að þetta verður fucking hype set. Þeir eru geggjaðir. Báðir mjög knowledgeable og technical og hraðir playerar. True. Ég held að það verður ekkert rosalega mikið þarna passive play. Nice ok. Er eitthvað, það gæti verið eins og það er eitthvað ennþá. Já. Ok. Það er nú. Þeir eru gentlemen, svo þeir eru ekkert að, ég veit ekki hver var með issueið eða hvað, hver er að tefja. Þetta er sama og þegar ég var að keppa með Juice Kids. Allt í góðu. Já. Og þú varst alveg, það var slökkt á Rumble. Já, eins og ég var að segja, þegar við vorum að keppa þá var það líka hjá honum þegar við vorum að keppa. Já, það hjálpar sumum playerum. Sumum playerar nota Rumble og það hjálpaði maður að reacta betur. Já, það er frekar gott. Já. Það er bara stundum óþægilt fyrir mann. Já, nei, ég er one of these freaks sem tekur ekki einu sinni eftir ef það er Rumble eða ekki. Ég veit ekki hvernig, en ég bara bókstaflega tek ekki eftir því. Ég tek strax eftir, ég er bara, wow, ok, helvítið. Ég geti þetta ekki. Það er alveg fyndið, sko. Ég veit ekki alveg hvernig tournament rúlsettið er. Getur þú slögt á því og hann haft kveikt á því? Held það, já, þú ættir að geta það. Ok, þá þarf ekkert að gera skærublast einn upp á hver fær privilegið að hafa það. Nei. Hafa preferred stillingar, það verður svolítið whack. Það væri skringilegt og ógeðslega eðlilegt. En hann Solar, hann spila líka Pikachu. Pikachu, svona, þeirri myndalega ganga ágætlega móti Lucas, en Pitt er með eitt sem að margir hafa ekki á móti Lucas. Og það er Downby. Downby, bara air fucking shit. Já, þannig segjum að Solar nægir að setja Juice Kid í þannig stöðu að hann þarf að uppbja. Já. Solar getur bara hoppað á hann, haldið niðurbjö og reflektað PK Thunderið. Það er brútal, sko. Það er fuck brútal. Já, þannig það er svona, það er ekkert eitthvað ómögulegt, það gerist ekkert það oft, en það er alltaf einhvað sem að Juice þarf að hafa í haugunum sínum. Að Pitt getur gert þetta við Ness og Lucas. En já. Lucas er með tether, þannig hann kemst fram hjá því, svolítið. Já. En það getur samt, er hægt að heldur hann getur farið fyrir tetherið í staðinn þegar hann sérar bara óvart í. Nei, það er ekki það er gott fyrir Lucas þá. Já, það er ekki hægt að influensa nema bara að hitta andstæðingin sem er að tethera. Alright, betra seint en aldrei, en við erum að hoppa inn í það. Svona. Koma svo. Lucas er með mjög unique combo game nefnilega. Já. Hann er mjög funky og skemmtilegt að horfa á. Já, hann þarf að hitta nútralerið sitt öðruvísi við nánast alla karaktera. Já. Til að komboa properly. Það er klikkað. Það er insane. Þess vegna er það sagt að maður þarf svolítið að selja sáluna sína til að vera Lucas með. Það þarf að committa í einan karakter sem er ógeðslega cool en svo erfiður. It's true. Ég hef pröfað, hann er fuck erfiður. Já. Rétt svo kemst fram hjá. Solar næri ekki að tímasetja þarna. Þetta er svo. Alright, hver er að fara að taka first bloodina? Kemur hann á ledge. Hann hoppa bara yfir hann. Ok. Ég veit ekki þig, en alltaf þegar einhver gerir þetta við mig, mér líður bara svona, goddammit. Það er ótrúlega. Það er versta tilfinning í heimi þegar einhver casually bara hoppar yfir hann. En down smashið tekur það. Down smashið er insane. Það er alls ekki safe að gera upper dash á ledge á móti down smashinu hjá Lucas. Nei. Það er einhvað sem að Lucas hefur í þessum matchupi líka verið að segja, er Pittið með frekar two-frameable recovery, bæði hliðabjö og uppbjö. Þannig Lucas down smash getur farmað Pitt, en flott uppir hjá honum Solar. Já, þetta er geggjað uppir. Alright. Þetta er bara
Ég vildi að þarna double jump cancel aerials væru í þessum leik og ekki bara specials og sér. Já, það myndi gera leikinn svo miklu meira cool. Hann overextendar, en hann hefur ekki tíma til að fara út og orbita þessa, en rétt messar upp þarna edgeguardinu. Ég veit að hann Solar var búinn með hoppin, þannig að hann gat ekki committa, hann hefði þurft að SD-a til að treyta stokk. Hann var búinn með hoppin, þannig að hann gat ekki komist út, en backthrow, nice. Backthrow geggjað. Já, upthrow og backthrow eru mjög, mjög sterk. Ekki alveg jafn sterk og hjá Ness, en hvað er hann bara út? Hvað er það F-smash? Alright. Mjög jafnt hérna. Pit combo game er nettasta combo game, hann er með nettasta combo game í leiknum. Hann Pit verð ég að segja. Þetta er ekki, þetta er svolítið súrt þegar þetta gerist, en maður verður bara að shake it off. Það er ekkert annað að gera. Nei. Og þetta gerist inn á milli, þetta er samt ekki skemmtilegt að fá. Nei, en þetta eru vanir keppendur. Já. Og meira sé við einhverjum sem að góða eins og, þú veist, þess að ég er í topp 8. Já. Það stíga allir. Maplegold stígar, ég stíga. Og eins og þú sáuð Solar SDR líka af og til. Gerist ekki svakalega oft? Oftar með Pikachu. Hann að reyna að vera super perfect með uppi á Pikachu. Að vera perfect með því mjög erfitt. Miklu erfitt, mjög ætti ekki að vera erfitt, en það mjög gott að vera perfect með þetta. Það tekur samt líka bara tíma að verða perfect með þetta. Nei, Pikachu svona quote on quote léttur að pikka upp og ganga ágætlega. Já, en hann ekki góður í... En að mastera Pikachu einhver sem tekur bara það tekur bara mörg ár. Mörg ár. Þú veist að Pikachu rosalega tekniklega karakter, þú vilt hitta uppir þín á sérstakann hátt til að DI-mix uppa og finna hvernig á að finna Thunder annars að vera með upthrow Thunder, þú veist. Það er hægt að hafa það trú, en það ekki guaranteed by any means. Já. Sýnist þau eitthvað smá technical difficulty eða eitthvað? Smá eitthvað vesen. Já, allavega hana. Hvað segir þú annars? Ég segi bara fínt. Já? Þú náður að vinna leik, frétti ég? Já, bara Link Villager er ekki skemmtilegt fyrir neitt. Nei. Það bara hörmulegt. Ég myndi að vera það væri skemmtilegt fyrir þig. Þú fær bara að taka bombuna af Link með Villager bara this is mine now. Það var bara nokkur inn á milli þegar hún bara ætlaði að taka upp nema bara nei. Við sjáum ekki neitt. Já, bara við sjáum okkur núna sem allt í lagi, bara smá tæknilega vandamál. Það var einhvað að verða að færa til switchið og síðan tók allt úr sambandi. Svona þetta. Það gerist bara af og til maður alltaf búinn að læra mikið og það alltaf betra og betra. En það fer alltaf einhvað úrskeiðis. Ég búinn að vera að halda móti í 12 ár núna. Nei. Og það alltaf einhvað sem úrskeiðis með streamið. Allavega eitthvað lítið, annarkvort lítið eða stórt. En það unpredictable, annarkvort það sé eitthvað vandamál með audio eða hvort það sé vandamál með hitt eða þetta. Já, það oft, ég líka inn á bara stórum mótum gerist það inn á milli. Já. Það bara gerist. En við erum alltaf að byrja aftur í leiknum. Já, líka við erum ekkert eitthvað professional, við erum sjálfbóðar bara. Við erum ekki með stórt streaming crew, við erum með þarna sjálfbóðarlega sem bara shoutouts to Axel, the GOAT. Aðal stream gæin okkar. Ok. Komin að ledge, nice Þetta hefði ekki, ef hann hefði forwarderað þarna þá held ég að hann hefði tekið stokkið. Já. Alveg bara komin út af forsan að upp og hann hefur tíma til að niður og reflekta. Nice, fadeback, PK Fire. Það einhvað sem að allir Lucasmeins verða að læra. Mjög snemma þegar þeir eru að spila að gera wave bounce PK Fires. Já, það lúmst erfitt. Það fokk erfitt. Ói. Hvað svo? Ekki tilbúinn. Respektaði þannig, en hann tók. Alright, flott forráður. Það geggjað.
Downthrow-backer. Ekki nóg! Næstum drepur. Hvað Lukas að borða? Ég vissi ekki að hann var svona þungur. Ok. Þetta var svolítið big opportunity en súrt að floppa þarna hjá Solar. Þú getur ekki verið að gera það hérna í this stage in the tourney. Nei. Það ekki sem maður vill vera að gera. Ef þú gefur Juice Kid svona freebies þá hann að fara að taka það mjög langt nefnilega. Já, hann bara... Fyrir alla leið. Ég elska full commit edgeguard. Ég finnst það eitthvað svo nett við það. Skemmtilegt. Þú veist, oftast maður ekki að búast við því. Nei. En það mjög skemmtilegt, þú veist, cool þegar það virkar. Já. Men maður lítur mjög dumb út þegar það virkar ekki. True. En Solar, hann með þessi raw backers. Downthrow backer svo gott. Það nefnilega málið með downthrow backer, ef þú DI-ar út allan sem DDD, þá það ennþá true. Já. Alright. Þannig að Juice var ekki alveg að búast við þessu eða þú svo player camið þarna. Það var svona, ok. En Solar ívinnar það upp bara immediately. Alright. What the Solar cooking. Þetta klikkað. Solar cooking. Koma svo. Orbitas. En þetta svo safe. Það miklu erfiðar að punisha Orbitas sem maður heldur einhvern veginn. Já. Hann ætlaði samt að fá þetta F-smash. Já, hann hefði getað gert það. Hann þurfti að rýta bara, eða eiginlega reacta perfectly. Já. Sjáum núna, hör til að interrupta í forræðrið. Kemur sér aftur hann á borðið. Hvernig var þetta sterkt? Hann catchaði tannum hjá Pitt. Hann náði hann þarna. Þetta helvítið. Ég hef ekki hort á hitboxuna hjá Lukas, en ég var ekki að búast við að þetta myndi vera sterka hitið. Nei, þetta bara... Það virtist ekki vera eins og nálægt. Nei, þetta virtist ekkert. En Juice Kid up 2-0. Já. Þetta svona það sem að seeding myndi predikta. En ég verð samt að segja, ég veit ekki hvort ég líður svona, en mér líður svolítið eins og þetta miklu nær en maður heldur einhvern veginn. Við erum búin að vera að horfa núna og þetta búið að vera mjög jafnir leikir. Já. Líka bara tók að jafna þetta bara strax hann Solar þegar hann gat það. Hann var með Juice var með huge lead en Solar bara klötsjaði og náði að ívina bara leið. Þeir bara geggjaðir báðu tveir. Hann ná deep forwarder í 70. Það er money. Það Alright. Allt gott sko. Alrighty. Geggjað costume hjá báðum. Þetta bara uppáldið mín báðum megin. Bláa þessu í Lukas skinni geggið. Alright. Juice Kid up 2-0. Sjáum hvort að Solar nær að lokka inn hérna. Já, þótt að stendur hann að losers top 8. Þetta actually winners, þannig að það ekkert confusion í gangi. Bara hann það sé á hreinu. Ég var actually byrjað að hugsa út í það. Já, ég tók ekki eins og eftir fyrir þarna. Oh my god! Juice, þetta var rosalega close. Juice Kid, nice recovery hjá honum, rétt svo getting away with that recovery by the skin of his teeth. Og backer, Þetta backer insane. Juice Kid besti á landinu að finna reverse edge guard. F-smash, let's go. Og hann tóndar! Hann að fíla sig. Núna tími fyrir Juice Kid að finna 1 falling upper og gera 70. Bam bam. Ég myndi alltaf halda að KFC myndi hatt þetta. Downer, ekki alveg nóg, en þetta ætti að gera það. Og Juice, þetta lítur ekki vel út fyrir Solar right now. Það alltaf double-edged sword að tónda. Já. Það stundum vissi playera sem spila betur eftir að tónda. En sumir, ég eiginlega spila alltaf verið ef ég tónda. Já, held að þetta bara... Og nú til backer. Já. Damn. Ekki tóndað. Það var bara svona, myndi mig á þegar MK Leo múti Louis. Hvað Damn bro. Þannig að þetta Juice Kid.
Juice. Hann að ímóta á þig svona! Beggi, hann að ímóta á þig! Þú tánta mig? Nei! Þú tántaðir og hann bara bóttiði þig! Hann tántaði ekki! Hann tók fyrsta stokkið og hann byrjaði að sjá tán. Nei, ég tántaði ekki sko. Ég fannst ég sjá það að hann dansið það sem hann talaði við snokkinn. Oh my god. Þannig að ég var að tánta tilbaka fyrir mig. Nei, ég var að gera svo snake dashing, þar sem að gera svona lókið það vandur svona dúr. Svo sjálfstöðuglega bara snokkinn á því fyrst. Solar hélt að Juice get tántaði, þess vegna tánta hann, segir hann. Ég segi bara cap, ég trúi ekki eina sekundu. Þú veist að ég myndi ekki neita að tánta verið. Já, ég veit það. Þetta var fyndið. Þetta var fuck fyndið. Alright, quick trio frá Juice Kid og hann heldur sér í winner's side. Hver að fara að næst samt? Þóra móti, hver annar í winners? Ok, gerum það. Allavega við erum allavega með Þór sem sendir Maple Gold í losers. Já, það var actually insane. Ég horfði á endan og það var pop-off. Já, hann átti að skilið. Hann insane. Hann er frá Akureyri og nýfluttur til Reykjavíkur og hann er bara búinn að vera að messagea mér nánast hverjum degi að spila. Já, ég fæ í skólanum bara sendt áskorandi. Já, hann er mesti grændarinn á landinu. Já. Hann grændar og bara it's paying off. Ef myndi geta, myndi hann eiginlega bara vinna fyrir að grænda. Ég myndi trúa því. Já, ef hann geti unnið við að spila Ultimate. Nei, ég tala hann bara grændar, alltaf þegar hann í vinnunni, eða þegar það sendt á. Ég sé hann alveg bara inn á milli, ég í vinnunni. Já, hann gæti alveg púlað að vera streamer, en það erfitt að vera vinsæll smash streamer og geta make money af því, sko. Já. Það ekki auðvelt, sko. Nei. En Þór getur gert það. Skemmtilega gæi, hann fuck skemmtilegur. Já. Það ógeðslega fyndið. DDT hans, ég myndi alveg frá því að Tweak hætti, var ég alveg til að sjá annan Diddy. Ég svo vanur að segja alltaf þegar ég sé. DDT, kemur ekki einu sinna, þetta Diddy Kong King Diddy samkvæmt besta DDT í Japan versta matchupið. Versta matchupið? Úff. Verr en Sora, segir hann. Verr en Sora? Ég trúi því ekki. Sora verri. Hann það. Ég I disagree. En ég myndi setja Diddy Kong í annað eða þriðja sæti. Já. Á coin flip með Sonic og Diddy Kong. Hvað erfiðara? Sonic bullshit. Sonic bara... King Diddy getur ekki gert neitt á móti Sonic, basically. Nei. Ef þau eru að hugsa út í það, in theory, hann bara heldur spin dash. Annarkvort committa ég og reyna að rýta þann allar að fara inn. Eða ég komir inn í burst range hans og þá það svona coin flip í hans favor. Hann bara, við erum að kasta four-sided die og ef þú rullar allt nema 4, þá vinnur hann. Þannig myndi ég lýsa Sonic spinda stýrið í interactions. En, hérna kemur hann Galdurkær. Hann Galdur. Þannig að Axel fór á klóstið, þannig ekki byrja fyrir Já, Þór, þú bara vitið að því að ekki byrja fyrir en Axel kemur tilbaka, ok? En Galdurkær, a.k.a. Kaldartær. Kaldartær? Ég veit ekki, hann brósti í honum. Þetta eitthvað, ég veit ekki, ég held að hann Maple Gold byrjaði að segja þetta eitthvað tíma. Og mér finnst eitthvað svo fyndið við það. Þetta fokk fyndið að gera. En hann Galdurkær old school legend, búinn að vera top player bara í svona 8-10 ár, einhvað þannig. Sæll. Ekki 8-10, heldur 8-10. Það bara... Hann búinn að vera top contender og alltaf top 8. En the new kids in town are really making everybody work for it. Já. Við erum með Þór, við erum með Bjarkson, við erum með Magic, við erum með Aldis. Allir þessum up-and-comers. Þeir eru insane. Þeir eru klikkaðir. Ég er búinn að kenna, Bjarkson vann mig í fyrsta skipti seinasta sonur. Jó. Já, ég er mjög stoltur á honum. Ég er bara stoltur á honum einu sinni. Eitt skipti. Ég vann hann í dag, ég er mjög sattur. Ég víst að hann er nemandinn, ég kendi honum allt sem ég veit, þannig. Já,
ég var bara, þegar ef ég hefði þurft að fara út af húnum eða Dr. Boston, ég var bara, please, ég nenni fyrir eitthvað Steve. Já, nei. Ég lenti í redemption bracketni út af því að ég fór móti Bjarkson. Já. Það var, Já, það brutal sko. Steve alveg erfiður, en maður kann ekki spila mótunum. Mér finnst eins og að Villager ætti á skilið að geta pocketa blocks. Já. Mér líður eins og hann ætti það skilið. Eitt block, just give him bro, he needs it, just one. Just give him one, homie. Já, þá væri þetta líka ekki bara even matchup. Það samt wild. Villager bara að even matchup við Steve. Það bara, ef þú horfir á Havi spila, hann bara fer upp að blokkinum og bara sidebear, það springur strax og tekur mesta damageinu. Áhugavert. Og það bara, hann getur strax bara instantly deala við Stone. Já. Og Iron ekki alveg en næstum því. Já, hann getur bara double það. Og ef Steve að nota Iron Blocks, þá ertu bara já, fuck já. Þá maður bara gladur ef hann að nota Iron Blocks. Hann þá desperate. Já. Ef hann er forsaður að nota Iron Blocks, þá ertu að gera eitthvað rétt. Já. Myndi ég segja. Eina leiðilega við það, ég spil ekki Villager hjá mikið lengur. Já. Grindið fer bara upp og niður. Axel, bara passa að þeir vita að þeir geta byrjað hvernig sem er. Bara geðum bara græna ljósið. Já, hvað varst að segja? Þetta var bara, ég spila ekki lengur Villager jafn mikið því ég er orðinn Mii-brawler. Mii-brawler, enginn kann spila móti Mii-brawler. Hann er ógeðslega broken. Enginn elskar brawler. Hefurðu séð þetta Neutral-er? Neutral-erið hans er stupid, sko. Ég var á móti, ég var bara strax þegar ég kom upp, þegar ég gat, bara Neutral-er out of shield var bara strax komið aftur. Já. En, það er svo gaman að sjá. Þú ert mikill áhugamaður senuna. Já, Þú hefur alltaf verið svolítið diehard í senunni, en lífið kemur bara og maður er með priority sem gerist bara. Já, það er meira bara, mér finnst skemmtilegt að það er skemmtilega community þarna, það er betur en mest aðrir staðir sem ég hef verið í. Ég er mjög ánægður að heyra það. Ég virkilega trúi því að það bara þarf ekkert að spila leikinn til að vera partur af þessu samfélagi. Nei. Það er ekkert eitthvað must. Ég er oft aktiv á staðnum ef ég get. Einmitt. Þú veist maður er when in Rome, dæmi. Já. Mætti alveg spila smá ef maður hefur tíman í það. En já. Líka, ég ætla bara að segja þetta. Ef þið getið, farið í Taekwondo. Það Já. er bara, hlusti á mig. Goated martial arts. Goated. Capoeira, Taekwondo og svo karate, judo. Ég get alveg bara farið í það. Ég get hittað ykkur upp með 3 stöðum fyrir Taekwondo. Taekwondo á Íslandi er alveg freka lit. Það er boxjandlegt. Já. Eina er bara ef þið viljið fara í ITF, sorry, það er ekki til á landinu. Damn. Það kemur þá. Vonandi þannig breytið þú því. Ef þú ert committed, þá mun þetta vera stór partur af lífinu. Það hljómar eins og mjög passionate í Taekwondo. Ég er passionate í Taekwondo, en ekki ITF. ITF er alltaf öðruvísi. Ég fekk hana bláa belti með rauð og rönd. Já, ég er búinn á því. Ég er að taka svarta belti næst í vor. Þessi gæi, einn að flexa. Helvi, montras. Ef ég get monta mig yfir þessu, ætla ég að monta mig. Þetta er eitthvað sem er alveg velit að monta sig yfir, verð ég að segja. True. En, alright. Sýnist það... Ég held að sé bara allt ready. Alright, við erum bara þá að fara að hoppa í að bráðum. Það er alltaf æðar á klústið. Enginn fer á klústið áður en þeir eru að koma. Nei. Hvað er málið? Diddy Robin, ég var alveg búinn að glemma hvað hann heit. Já, þannig að ég verð að segja, hann Þór er með besta svona in-game tag, Gooby Smack. Ég veit ekki, þetta er eitthvað inside joke eða eitthvað, þetta er mjög fyndið. Það er skemmt að heyra. Þetta verður seinast þegar Galdur og Þór spiliðu. Jú. Á held ég að það var ágætlega close, en in the end tapaði Þór á móti Galdur. Já. En Þór er búinn að levela upp rosalega hratt. Hann er scary. Held að var hann ekki sem var ekki með Switch í langa tíma? Já, það origin story hans goes hard. Hann er bara náttúrulega hæfileikaríkur. Já. Við fundum hann á Akureyri. Já. Í Norðurlandasenunni og hann var að taka þátt í einhverju fyrsta mótinu eða eitthvað.
og hann var að kýpa það mjög respectable á móti mér, á móti Ella, á móti mjög mörgum góðum playerum á tímanum, þú veist, og hann var bara, og hann átti ekki einu svona switch. Og við vorum bara, þú átti ekki switch. En við erum að hoppa beint inn í það, við erum með Diddy Kong á móti Robin. Þetta verður æsispennandi. Ég alveg til að sjá Diddy Kong vinna þetta. Ó já, það er alveg þannig að svolítið hot take hjá þér. Flestir eru bara, Diddy Kong svo stúpid, hann svo broken. Hann ekki það broken. Nei, alls ekki. Ekki nálægt því. Nei, hann mjög broken, en ekkert eitthvað meira broken en Wario. Nei. Sem dæmi. Wario bara bullshit í milli. Já, ok. Nei, þú getur ekki fengið það. Diddy Kong alveg jafn mikið bullshit á Wario, sko. Ég samt trúi ekki á það. Þetta er eins og ég segi ennþá sem grín að Little Mac er verri eldur en hann Ganon. Damn. Unfortunately, hann Stísa. Þetta var bara Galdur náði einhverju litlu hitti og Þór var bara hann estiði óvart, það var gimpaður. Já, my bad, ég laug aðeins. Nei, þú hafði eiginlega rétt fyrir þér. Þetta er svolítið, þannig að eitt sem svolítið cool að sjá, Galdur mjög vanur að spila með items, alveg eins og hann Þór. Þannig þetta, við gætum séð svolítið þannig að creative item playa með bananan og bækunar. Þetta báði playerar eru rosa vanir og að gefa Robin banana er klikkað og núna er Galdur kær up 2-0. Alright. Sjáu þetta. Jó. Hann ætlaði að fá þetta. Hann búinn að vera rosa góður að hitta þetta á DDD recovery en það er ekki alltaf bara eins með alla karaktera þannig. Nei, hann líka hitti þetta á mig þegar ég var að spila King K. Rool. Það þegar ég var að oppja, það geggjað. Á K. Rool það bara frítt. Það technically frítt. K. Rool getur ekkert gert í. Ég tala bara, hann getur alveg gert inn á milli, en það samt inn á milli. Þó var að reyna að finna einhvað desperation þarna, kill þarna. Þetta var gott sideby í uppsmash. Alright, Galdur tekur fyrsta leikinn. Crom. What? Crom mention. Hvað hann að gera þarna? Hann ekki hérna inni, fá út við þig. Finnst það einhver svo fyndið við Smash 4 trailerinn fyrir Robin? Já. Það var alveg freka fyndið. Ég actually glimd að Robin var til þannig að ég byrjaði að keppa móti Galdur? Já, engin spilar hann. Nei, þetta er... Okkur ættum að spila hann. Ógeðslega hægur karakter. En samt svo cool. Ég verð að segja, ég finnst Robin vera einn mest cool karakterinn í leiknum. Já. I personally disagree. Ég er bara til villager. Bara as long as ég er ekki Isabel, þá er ég alveg tilbúið að segja já, hann getur kukað. Sjáum til hvort að Þór nær að lokka inn hérna. Ef ég veit eitthvað Þór, þá er hann ekkert að láta eitthvað svona fara of mikið í sig ef hann er að SD og eitthvað lélegan fyrsta leika eða eitthvað. Nei. En Galdur, hann mun capitalize á öllu og allt, hann getur ekki gefið þessum mann neitt frítt, sko. Nei, hann mundi bara taka eins mikið hættur það er eitthvað sem að Robin ekki en að 2 times heldur bara 50 times betra. Robin er ekkert með rosalega gott mobility en ef það er einhver sem hún er með ótrúlega góð aerials og gerir fullt af damage. Já. Samt svo cool að sjá að grípa bara banana eins og það sé ekki neitt. Nei. Ok. Nice. Galdur tilbúinn að covera aggressive monkey flippið. Diddy Kong smash attacks ekki það sterk, þannig þetta er ekki alveg að fara að drepa fyrir kannski núna. Þetta var gott. Nice, þetta var mjög clean hjá honum Þór. Hann hittir þetta bara frekar. Þetta var alveg hægt, það er alltaf svo scary að vera á móti svona karakter eins og Robin út af ef þú hittur af einu Arcfire þá ertu að taka 40 að minnstakosti. Já, það er stundum bara bullshit. Ok. Ó nei, hann næra jabba hann og gimpar hann svona, þetta... Damn. Alright. Don't mind Þór, don't mind. Það er einu sem hægt er að gera, það er bara að halda áfram að spila. En ég verð að segja, það gæti verið svolítið meira even matchup en maður heldur. Já. Út af að gefa Robin banana
bara rosalega hættulegt. Það fucking hættulegt. Bara að fá bara guaranteed kill confirms í smash attackin hjá Robin actually svo toxic. Hvað eru þau sterk? Hvað myndir þú rekka í? Þeir eru svona í top 10 100%. Top 10 100%? Alveg mögulega top 5. Já, ég trúi því. Þú veist. DDD tæknil, damn, alright. Þetta bakkar var up 2-0. Norðurlanda hetja sem tók út Maple Goldina. Galdurkær að lítur út vel út á mótanum right now. Já. Samt, þú getur ekki underestimate Þór. Aldrei gera það. Ef það einhvað sem að Galdur hefur, þú veist, hefur yfir hann Þór bara reynslu að keppa og í tournament nerves, fattar þau? Já. Ég er bara líka þegar ég er ekki einu svona að gera neitt annað, þá er ég ennþá með svona þetta er erfitt. Já. Bara ég er ennþá, þó að ég er í bardaga íþrótt, er þetta fokk erfitt. Það verður auðveldur að díla við það. Það verður auðvitað, með tíma, en það fer aldrei alveg. Nei. Það er eitthvað sem ég er búinn að vera að skera þetta í spila competitively í 12 ár, þannig ég get alveg sagt það. Ef leikinir eru nógu intense, þá er ég að freak út. Það þetta downer hefði getað verið huge. Mér líður pínu eins og hann Þór þarf svolítið að spila eins og hann sé betri playerinn. Já. Veistu hvað ég meina? Já, ég skil alveg. Stundum Þór svona einn af þessum playerum sem þarf svolítið að gera. Mér líður eins og hann spilar oft betur ef hann er meira confident. Já. Ekkert endilega, þú veist, bara að vera bara sama og gera, þú veist, bad callouts. En bara að spila bara svolítið fast og technical og flashy. Þessi bakkar eru samt frekar flott. Þetta er ekki innhelg, Þór. Þú getur ekki punishað þetta svona. Alright. Ok, nice. Hann kemst upp með að rúlla þarna. Lukkulegt fyrir hann að hann... down til forwarder, ekki alveg nóg! Robin er alveg frekað þung. Diddy Kong þarna er rosalega góður karakter, en hann á alveg lúmst erfitt með að drepa. Kill power hans er pínu lackluster. Já. En það meikar upp fyrir það fyrir að hafa kill confirms bara á svo mörgu góðu. Og down smash, lingering hitboxi tekur það, alright. Þetta var bara skringilegt, ég fatt ekki hvað gerðist í svona stund. Koma svo. Hann er búinn með Núna má Þór ekki taka allt og mikið damage hérna. En svona Diddy Kong hefur potentialið að geta bara turnað upp og fengi bara 70% combo bara af því bara. Já. Og nice call out, gott call out og roll out eftir þannig að hann hitti bananan. Monkey flip out of there. Disadvantage, hvað er það? Það er ekki til hjá Diddy Kong. Alright. Núna er hann Galdur á ledge á móti Diddy Kong, en nice aggressive aerial til að komast af ledge þannig að jabið svo sterkt, ekki samt nóg. Sverðið, þetta er líka einhvað matchup experience dæmi, maður verður að fylgjast pínu með þessu. Já. Þetta er eitthvað svona sem að getur catcha mann off guard, að sverðið er að poppa upp og þá getur það að interrupta mann. Margir góðir Robin minns gera þetta viljandi og gera bad option. Já. Eins og að forward smash svona undir plattform til að beita punish. Þannig að sverðið poppar upp. Nice, banani forward smash. Forward smash frá háft. Það fær enga punish hérna. Svona bara eitt down tilt, ekki alveg sem maður vill sjá. Upp í bókin komin aftur. Check attack! Banani í F-smash. That'll do it. Alright. Apinn er að kukka. Núna verður Þór að passa sig að hann lindi ekki fyrir einu random bakkeri eða eitthvað hérna. Hann er að vanda sig, sjá hann er að skríða, hann er að... Oh my god. Ég vissi ekki að Diddy Kong gat þannig að... Ekki heldur. Hann lifir! Oh my god. London special, dash attack hjá Robin, ekki nóg, weak backer.
Þór að reyna að finna einhvað opening, bara smá extra credit, eina sem hann biður en Galdurkær Nerves of Steel og hann nær að loka því án þess að taka neitt damage. Og Thoran maður sjá, come on. Það eitthvað sem Galdur, það tekur mikið til að láta hann vera nervous, en ég myndi segja að Þór definitely nervous right now. Já, bara hvernig hann spilandi, það getur verið. Missir downerið, aðeins alveg prósenda. Fullhoppar í staðin fyrir að shortstoppa. Nei. Frá hvað sýnast að gera þetta frekar erfitt fyrir hann. Já. Hann alltaf að halda honum. Ledge trappingið hjá Þór búið að improva. Það eitthvað sem ég búin að sjá mest hjá honum, að hann bara orðin miklu betri að halda fólki á ledge. Já. En hann þarf að finna killin líka. For a throw. Hann að búast í Thoran. Þekkir ekki alveg matchupið. Nei. Grein. Ég var að sá þetta. Ég þekki nefnilega playstílinn hjá Galdur og ég vissi að þetta Thoran var að koma. Fröður. Og hann í stað, hann nær á condition, hann lætur hann panika svolítið að vera með Thoran. Hann ætlar að reyna Thorana og catcha landing, en nice call að hjá Galdur og tekur það 3 og sendir Þór í losers. Alright. En bara vel spilað hjá báðum og Þór, ekkert slátt. Þetta mjög mikið matchup check dæmi, enginn spilar Robin og Galdur rosalega góður að, hann svona með svipar skillset og ég myndi segja að mörguleiti, hann mjög góður að calla út og rýta. Já, hann líka alltaf með bók í leiknum, þannig hann auðvitað að vera hann góður í að lesa. Ég myndi trú hann ætti bara að koma með einhverja bók einhvern tímann og bara til að lesa. Hann ætti að gera það væri alveg fyndið. En þetta samt ekki, þetta ekki alveg búið fyrir Norðurlanda hetjuna, the up and comer, the new kid on the block, Þór. Það eru margir frá Norðurlanda ennþá að spila hjá okkur. Já, það Juice Kid. Juice Kid hann original Norðurlanda gæinn, sko. Hann núna talin vera nummer 1 og að reyna að berjast fyrir fyrsta sæti. Ég trúi hann getur fengið. Nei, ég veit að hann getur það. Ég að tala ég veit ekki hvort þú hefur tekið eftir þessu og allavega sem top 8 player, þetta bara allt top 8, allir miklu meira even en maður myndi halda. Og það sko, ég get unnið Juice Kid ágætlega vel. Já. Hann vinnur mig alveg oftar kannski, en ég næ alveg að spila mjög vel á móti mjög mikið af top 8 playerinu. En ég tapa gjörsamlega á móti Nomad. Já, líka bara það. Og Nomad tapar á móti Juice Kid. Já. Ég get unnið Juice Kid, en ég get ekki unnið Nomad. Þannig þetta rosalega mikið skæriblað steinn upp á hver kemst langt. Það bara svona starter Pokémon. Já, það alveg það, sko, en það alveg 100% þarna, alveg 100% þarna, svolítið skill difference á milli margra, en samt þetta miklu meira jafnt en maður myndi búast við. Já. Svona at first glance, verð ég að segja. Já, því ég ekki eins og það góður. Já, ekki ennþá, þú bara búin að vera busy, maður. Ég meira að tala yfir, ég fatt ekki svona í Smashja mörgum bardagaleikjum eða eitthvað. Ég get séð það í öðrum hlutum, en ég bara ekki jafn góður í að fatta þetta. En ég skil hvað það meinar. En ég bara can get there, en það tekur bara mislangan tíma fyrir suma. Já. Þetta eins og fyrir Nomad, þegar Nomad byrjaði. Já. Hann var... Ég heyrði ykkur... Sorry Nomad, ég ekkert að reyna að shit-talka hérna, en hann var alveg ekki góður back in the day, og það var alveg lengi. Ég heyrði það frá frænda mínum. En skyndilega náði hann bara að levela upp, og ég hef ekki unnið það núna senustu 5 skipti. Já. Og senustu held ég 4 skipti hann búinn að vinna með 3-0. Ég svo mad. En bara algjört gót af sinnunni, búinn að vera bara eiginlega jafn lengi og ég og Elli. Já. Þannig bara ég mun að þekka skóla síðan var bara lítill krakki. En já maður, gaman að þessu. Herru, getum við svissað streaminu á kastrana? Hver næst samt? Þarna kom þetta. Alright.
Þetta er skemmtilegt að mæta í svona mót. Já. En maður er alltaf pínu þreyttur eftir svona. Ég get alveg sanna það. Ég er líka frá æfingu á morgun. Afmælisæfingu fyrir Taekwondo. Áttu afmæli á morgun? Ekki ég er búinn að eiga afmæli. Okay. Taekwondo félagið er að halda upp afmæli. Ég skil. Þannig ég er alveg til. Ég er alltaf til í þetta. Já, maður. En já, þetta er bara skemmtilegt. Já. Ég er alveg mjög biased, en ég er mjög stoltur af þessu community og þetta er besta community á landinu. Já. Það er bara. En endilega, ef þið vitið ekki af okkur og þetta er að sjá þetta kannski í fyrsta skipti núna, við erum að halda mánaðarleg mót í Next Level Gaming í Egilshöll. Já, ég bara segi, komið á þetta er bara chill community. Miðað við, aðra hluti þá kostar það, 2 af 5 núna? Já. Við lækkuðum præsi nýlega. Geggjað. Þannig, það er alltaf mikið pening, let's go. Það er frítt að bjóða einhverjum í friendly session og spila. Discordið er með mjög active player base. Miðað við litla Ísland. Ég er alltaf svolítið montinn af þessu. En við erum með stærra community en Danmörk. Stærra en Danmörk? Yep. Embarrassing. Danmörk has no chance. Nei, Danmörk er samt með betri playera en við. Já. Quality of player er hærra. Já. Við erum alveg með góða playera, en toppurinn hjá þeim er alveg betri en við. Já. En lokalinn þeirra eru að púlla inn færri attendees en við. Danmörk, það er allir hleypandi á hjólunum. Já, þetta er ekki flestir eiga hvað sem er heim í Köpen. Það farðu bara hjólið. Hjólaðu bara eitthvað. Þetta er í þannig að lokalið hjá Mysterio í Norðurbróhöllinni. Já. Ég veit ekki hvort það er ennþá, en shout out to Mysterio og Lars Gay og Hope. Legends. Það er bara, það er hana gaman að þessu. Þú hefur aldrei farið til útlanda í eitthvað, fórstu í Midgardi einhvern tímann, eða? Nei, ég fór til Berlín að keppa í Clash of Titans. Áhugavert. Það var Villager player, fyrsta sem ég sá ever, annar Villager player. Og hann náði að kenna þig mikið? Nei, ég gat ekki talað við hann, hann var alltaf, annarkvort var ég á móti Pyron Mythra, eða ég var hendur úr tournamentinu, Pyron Mythra. Hent út úr tournamentinu? Það var, ég meir það... Útskýrðu, áður en ég dæmi. Það var ekki neitt þannig, ég var bara Pyron Mythra að má fokka sér. Ég myndi ekkert segja neitt út í það. Það er meira svona, ég hata Pyron Mythra en ég myndi ekkert gera neitt út í það. Það er meira svona, ég var ekki hent út, ég var þarna bara disqualified, eliminated out of the tournament, myndi ég. Það er það sem ég meinti. Ég fatta. Ég held að þú spilaði Pyron Mythra og tournament organizer voru bara, nei, veistu, ekki spila þetta cringe, nei. Það væri rosa skrítið, ég verð að segja. Það væri fokk skrítið. Ég sem DDD, solo DDD minn, subscribe ekki mikið í að kvarta yfir matchups eða kvarta yfir karakter. Svo einu sem ég kvarta yfir er ekki einu svona versti matchupi á mainum mínum, það er bara Hero. Já, það, Isabel og Villager minn gera pass. Hero er bullshit. Það er bullshit að keppa móti. Ó já, langar þér að spila karakterinn? Oh, too bad, ég ítt á niður, Bounce, baby. Það var bara allt besta kittið, bara unusable. Það er ömurlegt. Ég er bara með, neutral er down er, up er down tilt og tiltið þín. Smash attack, einu smack attack mitt manns er bara down smash. Já. Það er hörmulegt. Það er hægt að reflekta uppi. Það er hægt að reflekta up smash. Up smash, já. Really? Það er bullshit. En það er ekki almennilegt. Not gonna lie. Það er samt Þarna kemur næsti keppandi, Solar. A.k.a. Bergstein, a.k.a. The Blind Bandit, a.k.a. The One Pump Jump. Þannig kemur gullið. Alright, við erum með Maple Gold á móti Solar. Þetta gæti verið, en ég vonandi eru báðir spilarar, vonandi við hefum góðan leikina. Hann er, damn, bad blood, þið sáðu þetta. Dómari! Hvað er eitthvað að gera þetta? Bannað. Já, þannig að
þessir playerar, Solar hefur unnið Maple Gold í fortíðinni og hefur haldið í frekar even oftast en það fyrir eftir dögunum. Ef það einhver sem að Solar svona staðist tímanum sem hjá honum sem player, myndi ég segja að það sé bara consistency. Já, consistency erfitt. Þú getur verið góð en samt hafið ekki að gott consistency. Píkin hjá Solar, ég trúi því að Solar, ef Solar myndi spila alltaf jafnvel þegar hann locked in, þá væri hann líklega bara besti playerinn á landinu. Já. Það bara mitt opinion, sem aðal trainingpartner hans mjög lengi, ég bara virkilega trúi því. En maður verður að sanna það er nefnilega það, og síðan það líka bara að vinna með consistency og bara ná að lock in. Bara, ef maður SDR eða messar eða misinputar óvart pivot grab þegar maður ætlar að gera dash grab, maður verður bara shake it off. Já. Það ekkert annað að gera. Já, þannig að það er oft öðruvísi. Það er erfitt að gera það. Þetta er á visst skill sem er mjög erfitt að ná að fully adapta sér. Já. En heldur við sjáum Pitt eða Pikachu? Á móti Cloud. Axel! Ég ætla að standa upp og hjálpa þeim að tengja. Let's go. Já, ég er alltaf hérna ennþá. Ég mun ekki fara neitt, alltaf í smá tíma. Já, ég ætla samt að reyna að fá ykkur að fara í tæm... Nei, ég veist. Ég heyri enda ekki neitt. What? Damn. Hvernig eru þið búin að vera þarna? Skemmtilegt búið að gerast? Opnaði chatið. Audio jackið var dottið úr skjánum. Já. Þannig ég ætla að laga það. En já, ég býst við Pitt. En ég verð að segja... Já, maður kemur Pitt út. Ég elska Pikachu hjá hann. Já. Ég bara veit ekki alveg hvernig matchupið á Cloud Pikachu. Ég ímynda mér að það er even, en örugglega mikið erfiðara fyrir Pikachu en það er fyrir Cloud. Út að bara range hjá Cloud og hann er með gott frame data á bakgrunni og svona. Þannig að ég held að það væri svolítið, þú veist, erfitt fyrir Pikachu að finna openings jafn oft á Cloud, jafnvel, þú veist. En in theory ætti Pikachu að geta farmað Cloud off stage. Já, en Cloud off stage er ekki jafn góður, hann er svona. En Pitt er mjög gott matchupinn í Cloud, þannig, og hann er með mjög solid Pitt, þannig. Já. Hann er myndi ég segja, eini dual main á Íslandi. Já. Það er engin annar sem svona seriously er með 2 mains. Það er bara kannski svona pocket eða, já. En þetta var alveg dýrkeypt. Solar missir tackið og gerir get up attack og Maple Gold kemur bara á upsmashan. I mean upsmash. Hann er bara resident upsmash abuser. Hann er þekktur fyrir það. Jó! What are you doing? Slakað á, sagði Solar, slakað á Maple Gold. Ekki vera eitthvað að reyna að krosslasa þarna, burt með þér. Já. Alright. Halló, við erum allir komið með chatið. Nú getum við séð chatið. Gott peri hjá honum, Solar fær down til hann fær ekkert meira af því. Upper dash en Maple tilbúin með backer og droppa shield, samt lifir. Þetta var nasty read og hann nær hann ekki að erta á sig þarna með backerinu. Koma svo. Forward air, cross slash. Þetta er svo... Cloud er svo góður karakter. Hann er góður. Og Maple er líka bara insane player. Búinn að vera nummer 1 bara... Það tók alveg held ég eitthvað 3 ár fyrir einhvern að taka mót af hann. Já. Ok. Aðeins misjudgeaði spacingi sitt og SD-ar hana. Já, það gerist hann milli. En F-Smash meiri sér núlægt að taka það. Yep, alright. Maple Gold tekur game 1. Það er brútal fyrir þannig alla sem lenda móti Maple í losers að ef Maple tapar snemma, já, þá er það bara bloodbath in the loser side of the tournament, sko. Já. Það er alveg, en maður allir vilja þetta tækifæri að komast að kepp móti Maple. Þannig það er einhvað sem að gerist ekkert endilega oft og oftast allavega historically hefur maður þurft að komast alla leið í Grand Finals til að hitta hann eða Winner Finals. Damn. Þannig, alright.
Veist bólur. Ég búið að segja þetta tvisar hérna. Nice. Það tala um mig? Þarna Metallica-bólur minn. Metallica-bólur, flottur. Eða að tala sunduna mína. SS pilsur. Ég svo patriotic. Það bara geggjað. Það svo erfitt að komast aftur af ledginu á móti Maple. Nice parry, down tilt. Æ, damn. Og hann tekur það með bakker. Það var alveg ágætt pressa en Maple komst rétt svo framhjá og næra spotta svo framhjá down tiltinu og næra klósa stokkið frekar hratt. Maple að spila frekar vel right now. Reynir að finishing touch að þetta var greedy. Þetta var mjög gráðugt hjá honum, ég að segja. En hann getur að forða að vera smá gráður með svona gott lít. Forward smash. Það að chargea smá, ég að segja. Ok. I like that. Þetta F-smash, ég veit ekki hvað nægt á. Eins og ég var að fara að segja. Þetta geggjað F-smash. Já, Pitti með ég veit ekki hvort það sé down smashið hans eða up smashið sem hraðasta í leiknum. Hann eitt af, ég myndi segja, þó hann með bullshit mechanic, það bara down B, bara shield in air, hann mjög góður til að, hvað heitir aftur? Þetta limit. Ég alveg búinn að gleyma hvað ég ætlaði að segja. Allt í góðum maður. Það erfitt að koma til þetta þegar þetta svona exciting. Já, intense leikir. Exciting og intense, það alveg skemmtilegt. Þetta sjáum hvort að, það svo lítið endlag á þessu uppi, það mjög erfitt að punisha. Það ástokkur Cloudminn sem þekkti fyrir að spamma það. Og hann búinn að vera að finna þessi F-smash. Þessi F-smashes geggjuð. I see you. Solar þarf að finna eitt gott opening hérna. Sjáum hvort hann getur fundið það. Hann lítið mjög vel út fyrir Maple right now. Reynir að call út roll þarna af ledginu. Hann ætlaði að fá þetta sem F-smash grít eins og Solar búinn að vera með. Já, Solar no stranger to competition. Hann verður ekki nervous easily. Nei. Þetta var alveg mikilvægt hjá. Hvað? Hann bara reynir að call út airdodge eða eitthvað. Hvað? Ég veit ekki hvort það var misinput, en ég held ekki. Ég held að gæti hafa verið. Ég held að þetta var viljandi persónulega. Hann var bara að reyna að calla út fastfall eða panic airdodge eða eitthvað. Já. En Solar bara. Þetta alveg definitely, Cloud alveg in the lead, en eitt gott opening og þá það bara even. Reynir að spotta þessu að calla Maple út. Callar út rollið með grabbinu. Hver að fara að finna það? Þetta svo scary. Hann ákveður bara ekki respekta það og hoppa bara inn á borðið. Ég veit ekki. Damn. Alright, cross slash tekur það. Alright. Damn, bro. Þetta alveg crazy mode. Imagine að vinna Nóma til að koma sér í vinnusætt og lenda á móti Maple Gold í losers. Það brutal, maður. Það brutal. En ef einhver getur það, þá er það Solar. Solar einn af þessum playerum sem hefur sannað að hann getur það. Alright. Ok. Flott dash attack. Það er einhver svona sem ég búinn að sjá að ledge droppingi hjá Maple Gold búið að vera rétt svo betra heldur en Solar búinn að vera að gera. Þótt að báðir búið að vera frekar ágætir, en það er bara Cloud hit so hard. Hann hittar frekar hard og hann frekar góður með combos. Já, hann með mjög góð combos. Limitið líka ekkert joke, en nice aggressive orbitas af ledge. Hann kemur bara sjálftöðu fjær og annað F-smash. Þetta bara signature hans í þessu móti. Koma svo Solar, við viljum sjá Game 5, við viljum ekki sjá annað 3-0. Koma svo. Hann næra call út rollið en aðeins og seinn á því. Forward ekki nóg til að taka það. Sjáum hvort Solar kemst aftur inn.
En þetta svo classic mix-up. Maður að tímasetja Perry fyrir Bakker og síðan að lenda forrótilt. Já. Ég veit bara ekki nógu mikið Cloud, ég hef bara ekkert að spila. Cloud alveg mjög góður sko. Og Maple alveg einn af betri pilots hérna í Evrópu. True. Oh my god! Þetta var brutal. Þetta var alveg mjög gott Bakker hjá honum Maple, en þetta ekki sem þú vilt sjá ef þú ert down 2-0 í loser side. Koma svo. Sjáum hvort að Anna F-Smash. Þessi F-Smash hjá honum bara insane. Hann bara starting a company sko. F-Smash fyrir þig, F-Smash fyrir þig, F-Smash fyrir alla hérna. Hvað heldur að þetta bara myndi vera frítt fyrir byrjun? Hann er bara að calla Maple út fyrir að velja roll optionið, hann að conditiona hann vel. Þetta er mjög gott hjá honum ég að segja. Þannig að þú veist, nei. Ekkert næra þarna ledge-trampa en ekkert Bakker, var ekki tilbúinn, var að búast við Erdals mini-tíðli eða eitthvað. Orbital hjálpar hann að lenda, en hann finnur opening. Cloud með limit samt. Og rúla fram við crosslæsinu, kemur hann að ledge. Maple kemst aftur inn í nútral. Catchar hann að masha með forrættarinu. Maple þolinmæðin hjá honum að Erdals ekki þannig að hann með nerves of steel. Reynir að rálrita hann með afsláksinu. Kemur hann að get off me. Maple Gold vill ekki gefa hann momentum shiftið hérna. Þetta er alveg Taylor's oldest time. Og Solar tekur. He gets on the board. Solar tekur fyrsta leikinn sinn. All right. Þessi pitt insane. Koma svo, það Taylor's oldest time nefnilega. Ef maður up 2-0 og það var alveg frekar dominant fyrstu 2 leikina, en maður tapar 3. leiknum, það pínu curse. Það hefur gerst við mig, ég hef gert það við aðra. Já, það gerst einu sinni við mig. Ég tapa illa fyrstu 2 og síðan næja clutch út seinasta leikinn. Þetta 3. leikinn. Og næri reverse 3-0. Þannig sjáum hvort að Solar með eldin í sér til að taka Maple Gold úr mótinu right now. Það væri unprecedented. En Maple Gold byrja vel, góð pressa, gott damage. Solar þolinmóður en Maple að covera basically allt hérna. Og run back forward smash og bara how do you like it? How does it feel? Þetta úr crosslash, limit crosslash. Þetta ekki momenti sem maður má vera sjokk Solar. Maður verður núna að lock the fuck in og koma. Maður verður að koma og ívina þetta út áður en maður kemst í eitthvað 100%. Reynir að fá þetta. Ok, ég temptar að rúlla þannig að ríta hitt rullið en rúlar í vitlu svo oft fyrir Maple. Kemst og næra halda limit. Þetta safe on shield þannig að það ekki hægt að punisha þetta crosslash. En neymar á Perry að senast að hittið. Það sýnist það gerðist. Það bara var það eins og hægði fyrir það. Maple var að reyna að taka stokki þarna með þessu, hann reyndi að upsmasha, ég veit ekki hvort það sást það. Já. Og uppi að snemma ákveða Erdals ekki. Solar off the mark með rítið sitt þarna. Þessar örvar nefnilega mjög góðar að conditiona Cloud en núna callar hann út rétt og nær Erdals rítinu. En hann samt kominn í 140. Þannig eitt solid backer hérna frá Cloud eða jafnvel forwarder, ekki alveg nóg, ekki rage. Þannig þetta ekki að taka stokki strax. En núna oh my god, hann Maple bara short-toppa. Gott jab. Ætt. Komst. Þetta scary. Hann bara að spamma kill moves. Hann vill þetta. Hann bara... Báðir keppendur vilja ekki detta út hérna. Nei. Og það alltaf mjög scary þegar maður nær ekki að ná 3-0-inu, fattar þau? Það alltaf þessi sjans. Momentum mjög big thing í þessum leik nefnilega. En Maple búinn að stoppa momentum frekar vel. En Solar showing signs of life right now. En commentator curse. Og hann nær að finna bakkeraðan Maple Gold.
Það backer líka bara geggjað. Þetta er eitt mest broken move í leiknum. Já, hann reynir að kóla rollrítan þarna. Þetta F-smash hefði verið huge, ekki drepið samt. Það þarf aðeins meira damage. Positioningið og momenti hjá Maple er svo óþægilegt. Ég að horfa á þetta og hann bara alltaf að hoppa með í backer range og stundum að svinga og stundum ekki að svinga. Það eitthvað sem ég verð að segja. Hann gerir mig nervous. Maple gerir mig nervous. Alltaf. Það hægt að vera auðvitað, ég spila DDD. En núna, þetta lítur svo illa út ræna fyrir Solar. Það er ekki alveg nóg. Rétt svo kemst burner limit. F-smash, alright, it's even. Alright, við sáum hann gera comebackið áðan. Sjáum hvort hann næri að gera það aftur. Nú hann komin á þessa juicy prósentu þar sem að backer mun drepa hér. Kannski ekki mid-stage, en smá rage og þá mun að drepa. Ok, gott er þetta hjá Maple. Alright, vel spilað, GG's. Maple Gold vinnur leikinn 3-1 og heldur áfram. Solar þetta mótinu. Þetta er alveg. Samt, þetta var vel gert hjá báðum. Þeir eru geggjaðir í þessu. Alla leið maður, þetta bara góðir leikir. Ég mun verða að segja, mér fannst þarna að Maple var alveg frekar locked inn þarna. Solar náði að lokka inn þarna svolítið í lokin, en það er meira sem maður nær því maður þarf ennþá síðan að vinna locked in Maple Gold. Já, þannig það meira sem maður nær að spila ágætlega, þá er það ekki endilega guaranteed, verð ég að segja. Það er satt. Ert þú kannski orðinn svolítið þreyttur eða? Nei, ég get bara ef þið langar að fá replacement þá var alveg hægt að kalla á einhvern annan sko. Nei, ég get verið hérna í slingi. Þetta er svo gaman hérna, gaman að koma hérna, er það ekki? Já, það er okkur í spyrði. Stendur þið bara freka vel by the way. Takk fyrir. En þannig að síðan er það líka alltaf, síðan er það líka, þessi commentary philosophy er svo fascinating. Ég studdiði þetta, þannig mér fannst það ég tekur svo freka alvarlega og næja svona mixa freka vel með mörgum, alls ekki perfect sjálfur. Það sögum moment þar sem ég bara backer stundur sem ég get ekki kommentata og það er kannski ómikið að gerast eða ég er ekki alveg svona locked in í því en hey, maður þarf ekki að vera perfect. Having fun bro. Have fun. Já, þú veist meira sem maður veit ekki endilega allt hitt eða þetta, það er alltaf læg líka sko. Þú veist, það er bara nice, þetta var geggjað. Þetta er eins og eitt backer sem að hann fékk þannig að Maple Gold fékk þetta backer þar sem að Solar kom og skaut Taekwondo. Það Taekwondo kid. Taekwondo gengi. Mr. Nomad eða a.k.a. Cougar Man, a.k.a. The Blind Bandit, a.k.a. The Blue Belt. Hann æfir Taekwondo. Já. Það er eiginlega ég fæ ekki að fara á mótunum, hann er ekki keppandi mikið. Þetta verður mjög áhugavert matchup. Já. Nú erum við með Þór á móti Mr. Nomad. Þetta hefur ríkilega sannlega. Og það er alveg áhugavert. Málið er Diddy Kong er talið vera örugglega eitt versta matchupið fyrir Belmont. Já. Ég myndi hann trúa. Ég trúi ekki alveg að sé bad og maður myndi halda. Nei, ég myndi trúa samt að það myndi geta náðu þessu. Ég sé fyrir mér ef að Þór og Nomad verður training partners og Þór myndi læra fullkomlega að matchupið. Já. Þú veist, þá held ég að Diddy Kong bara farmar Belmont. Já. Diddy Kong sem kann matchupið er alltaf góður að finna snæpin á teðurinu með bananum og gimpa. En það er ekkert guaranteed að maður kann ekki matchupið nefnilega. Það er alveg hægt að spila í kringum það og það er ekki alveg 100% frítt. En það er alveg eins og bananinn og Diddy Kong bara er líka mjög hraður og góður karakter þannig. Já. En hlakka til að sjá hvernig þetta fer. Þannig að Þór er alveg búinn að vera on a tear. Hann er búinn að sanna sig í dag. Vonandi nær hann að sanna sig aðeins meira. Ég held að hann er ekki alveg sattur, er það nokkuð? Nei, örugglega ekki. Ég held ekki. Það er alltaf næsta skref, alltaf næsta. Bara Maple Gold, ætt. Job's not finished. það er bara þó vinnur besta. Já. Það er samt þú ættir ennþá að halda áfram. Huge confidence boost. Maður getur ekki slakað á, maður verður að halda áfram. Já. Þóttum maður vann besta playerinn, þú veist, á landinu. Já. Og þýðir ekki endilega að maður er að fara að vinna, þú veist, einhvern eins og galdur. Nei. Þessi leikur þóttum maður vinnu kannski quote unquote
betri player Já. þá getur maður að tapa það mót einhverjum, þú veist, innan gæsalappa verri. Já. Ekkert, eins og Galdur absolutely insane. Hann insane. En þú veist, kannski bara miðað við, þú veist, hvað Maple Gold búin að vinna mikið, þá hægt að segja bara að hann kannski, þú veist, besti. En þetta þessi leikur svo mikið matchup check. Já. Það verður að þekkja svo mikið að matchup, þetta svo mikið að karakterum. Það alltaf mikið að karakterum. Mér hlakka til þegar næsti Smash leikur kemur. Já. Eina sem ég byrði mér að King Dedede verði örlítið betri. Það eina sem ég byrði mér að það kemur nýr karakter frá öðrum franchise. Það náttúrulega mjög skemmtileg karakterar. Það bara, þetta bara örugglega objectively besti Smash leikurinn. Já. Bara sem leikur, sem tölvuleikur, ekkert endilega competitive, Melee kannski takes the cake there. Það líka til búið það er mitt opinion. Það ekkert allir sem share mínu opinion með Melee að það sé besti competitive leikurinn. En mér finnst það. En Ultimate mjög competitive leikur og mjög vel balanced, kannski fyrir utan bara Steve, I guess. DLC karakter með bullshit En þú veist, Kasia ekki nærri því að góður og fólk heldur. Pyra Mythra mjög lélegt recovery. Min reyndar ég skil af hverju fólk hata hana. Já, hann Min. En ég búinn að pröfa hana meira og meira. Hún samt, það eru flaws sem fólk geta tekið yfir. Já, hún alveg fyrir eitthvað hæg og sumir karakterar geta að abúsa Min betur en aðrir. Já, það líka bara uppi hennar ekki það gott. Nei. Kannski uppi cancel, það samt gott við henni. Já. En það eitthvað Doromiki elskar. Já, Doromiki núna contending fyrir að vera nummer 1 ef hann það ekki nú þegar. Held hann var ranked nummer 1 seinast. Það bilað. Hann geggjör, hvað hann gamall eftir? Min ég veit ekki. Min þarna alveg allir underestimated Min hversu góð hún var. Já. Hún ridiculous. Þú veist, forsa marga playera að switcha af, þú veist, Hurt, Snake playerinn forsar ekki spila Snake. Já. Það bara unwinnable fyrir Snake á móti Min. En við erum að hoppa beint inn í það. Þór á móti Mr. Nomad. Þór, ég búinn að spila svo mikið með honum. Ég öfundsjúkur út í það. Ég eftir bara að spyrja hann. Alltaf ég get það. How get good. Það bara mikið vinna. Maður verður bara að halda áfram að grænda og hafa hennan, þú veist, hafa þetta passion, hafa þennan eld í sér, þú veist. Já. Það er bara mismunandi hversu mikið áhuga fólk hefur og hversu mikið stamina. Þetta var nasty gimp hjá honum. Ég veit ekki, kannski þetta eitthvað nýtt, kannski þetta af hverju matchup svona bad og þetta kannski auðveldar hann að lítur út fyrir að vera. Ég held hann ætla að Þór on a tear right now. Hann oh my god. Nomad virðist vera pínu týndur right now. Og hann bara, þetta var Zero to Death. Þetta var Zero to Death, hann tók ekki 1% af hana. Nei. Þetta scary að byrja að setja svona fyrir Nomad, en sjáum til hvort Nomad verður sjúkk af þessu. Nomad með mikla reynslu. Já. En Holy Water, Smash, easy peasy. Combo gameið hjá þannig að Diddy Kong líka svo sterkt. Og Þór búinn að improva svo mikið í combo gameinu að hann byrjaðar að komboa með consistently að minnsta kosti upp í 40 til 70. Þegar hann fær opening. Já, þetta sýnir þarna matchupið. Þór ekki alveg vanur að geta gripið Holy Water eða hann hefði getað gert það þar. Já. Eftir að shielda, þú getur gripið Holy Water. Og það eitthvað sem þú veist, það svo gaman að vera karakter með item, að spila mútið öðrum karakter með item. True. Þá maður með einhverja reynslu í því og yfirleitt betri en average playerinn. Þetta svo cheesy, ég elska þetta svo gott mix-up fyrir Diddy Kong að gera aggressive explosive barrel, þetta gerir líka eitthvað 20%. Já. Það klikka damage. Það ótrúlega mikið. Nice DI hjá Þór, Nomad nær rétt svo ekki að hitta. Down tilt forwarder. Reynir að two-frame þarna með lingering hitbox á monkey flip. Þetta tekur það. Alright. Dominant showing hjá Þórana í fyrsta leiknum. Nomad, samt, engin stranger to competition. Það tekur meira en þetta til að shake Nomad, myndi ég segja. En definitely soldið bara, shit. Ég var pínu bát í þarna. Allavega fyrsta edgeguardið var nasty. Það var nasty. Nasty as hell. Þetta, hann verið áhugavert að sjá hvort að við sjáum Nomad actually switcha af Richter. Já. Ég ekki viss að það sé endilega rétt á móvið, en
ég veit að Nomad alveg með secondaries. Incineroar, það ekki? Já, og K-Rool líka. K-Rool? Já. Elsi ég mæli ekki með K-Rool, en K-Rool hans nasty. Ég hef ekki séð það alveg. En það alveg örugt að segja að Belmontin langt besti karakterinn hans. Já. Það alveg örugt, sko. En kannski pröfa Richter núna, og ef það svolítið repeatas það sem gerðist í Game 1, já. Kannski tími til að pröfa eitthvað. Desperation move. Já. Ég sammála Nomad að fara hérna að stikka með Richter hérna persónulega. Það bara safe choice. Já, ekki vera að sjúkka af þessu. Maður veit að maður með sick Richter, og þótt að matchupið bad, þá veit maður að hann getur þetta. Já. Ég subscriber sjálfur í það mentality sem dýðið í solo main. Ég þarf bara að finna út úr hvernig á að vinna þrátt fyrir erfiðleika. Áhugavert pikk að fara á Yoshi hérna. Já. Mér líkar ágætlega vel við þetta borða á móti Diddy Kong. Þótt að Diddy Kong fær vegginn, þá held ég að veggurinn verður ekkert ómikill faktor fyrir minn heldur hann væri ekki í kall. Þetta var rosa close. Hann var aðeins seinna á downerinu. Hann hefði getað náð þessu, en það þarf bara að trúa að neutralerið mun hitta og immediately hoppa. Það kom bara. Já. Ok, við lítum miklu betur út fyrir Nomad right now. Neutralið hjá Þór orðið svo gott, og hann svo góður á vippunni núna. Já, þetta, kannski labað hann og kannski kíkt hann á eitthvað. Ef þetta eitthvað, sko, ég sé fyrir mér að Nomad þarf virkilega að finna út úr einhverju hratt til að komast fram hjá edgeguardunum hjá honum. Já. Kannski að mixa það upp meira og hanga í staðinn fyrir að fara strax á ledge. Já. Hanga þarna, þá getur beðið þetta að monkey flippið búið. En síðan náttúrulega mix up. Uppi, og það nóg. Yoshi's story. Þetta uppið hjá Richter rosa gott, en ekki þekkt fyrir að drepa, en Yoshi's no lot ceiling. Yeah, I think that's why. I think this is why the matchup is... Sækkar svona mikið. Okay. I understand it now. Ég skil af hverju fólk segir það. Ég var blindur. En þetta ekki... Þetta bara brutal. Og í raun gæti verið að skaut pínu í fótum með því að velja Yoshi sína, en þetta alls ekki búið. Nomad algjör champion, hardware champion, og mun aldrei gefast upp. Það ætla að grípa þarna. Þannig ef það einhver sem að Nomad góður í, þá það advantage state. Og disadvantage hans búið að improva significantly, og hann orðið miklu betri í því. Áhugavert, hann reynir að calla hann út fyrir að hann ákveður ekki að gera banana setupið. Gæti að það verður bara ekki viable. Þetta mjög gott og hratt option að gera uppi, en þetta drepur mjög seint. En Yoshi's munið að drepa mikið fyrr. Það erfitt að punisha út úr skjöld með Richter. Fór að þró. Alright. Even are stokkið. Þetta alls ekki búið, maður. Nei, alls ekki. Nomad, þóttu shit, það var mjög augljóst fyrir alla sem eru að horfa. Já. Diddy Kong Belmont mjög bad. Þið sáu það. En Nomad, hardware champion, mun aldrei gefast upp, og ég veit að hann getur þetta. Ég var alveg til að sjá annarkvort vinna þetta. Þeir eru báðir svo geggjaðir í þessu. Þetta var þarna svolítið matchup check, hann var ekki alveg tilbúin við þessu. Þetta mjög unexpected að maður ekki vanur að spila mótið Diddy Kong. Svona margir veit ekki að þetta eitthvað sem maður þarf að passa sig á. Þannig Þór búinn að vera að gera þetta mikið, og ég byrjaði að punisha hann meira fyrir þetta. Hann alltaf að spamma þetta með stundum á mótið mér. Diddy Kong, ég alveg solid í matchupinu, en vá hvað það erfitt fyrir mig að vinna Þór. Ég næði af og til, en hann að vinna meiri part en að friendly sessionum okkar. Já, ég þarf bara að pröfa að fann út úr meira. Já, það alveg... Hann geggjaður, og ég hef alveg keppt móta. Hann með geggjað spirit líka. Já, hann bara mjög skemmtilegur, og... Skemmtilega að tala við. Það svona lúmst gaman að vera rústaði pínu. Það alveg mjög skemmtilegt að vera rústaður inn á milli. Það ekki bara svona... Ef maður í öðru landi, eða ég þekki það ekkert, ég bara auðvitað fara að vera bara, já, hæ, það ég var verið, þannig að bara, ok, GG's, ekkert meir, ekki svona, takk fyrir að koma eitthvað þannig. Já, einmitt. Áhugavert, ég er að pæla hvort að Nomad ætlar að stikka með Richter. Sko,
ég veit ekki alveg hvað hann Nomad búinn að vera að grænda mikið. Nei, en ég veit ekki hvort hann með secondary tilbúin fyrir þetta, út af Þór gæti orðið problem fyrir Nomad. Já. Allavega hvernig þetta matchup lítur út fyrir að vera hræðilegt. Þetta banani að henda banana inn í ledgið og bara guaranteed gimpan. Já. Það er bara stupid. Það er stupid að segja. Síðan blanda því ofan á þarna ótrúlega góðu múvin og combo-gameið sem Diddy Kong hefur. Að það er þarna mjög erfitt fyrir Richter að díla við pressuna sem Diddy Kong hefur að bjóða upp á. Já. En nice backer. Hann er alltaf að fóðis. Hann er alltaf Þór, þetta er eitthvað sem að Nomad þarf að læra. Það mér líklega aldrei að fara að ná að hitta barrelið þarna sko, ekki svona F-smash. Ok, fínt. Ég held að það þarf bara svolítið að reyna að conditiona Þór að ég er að fara upp í á oftar en ekki. Þannig þú þarfst að reyna að punisha það í staðinn fyrir að gera hit. Það er í raun eina sem að Nomad verður eiginlega að byrja að conditiona Þór til að gera. Já. Og nice jump breach hjá honum. Þetta var geggjað coverage. En down tilt upsmash ekki alveg nóg. Richter alveg mjög þungur karakter nefnilega. Down tilt forward. Þetta tók þetta. Yeah. Þetta er svo nasty combo. Down tilt forward er crazy. Þetta er exciting. Ok, rétt svo missir. Já, Nomad ekki alveg, það definitely þurfti að spila meira móti Diddy Kong. Já. Ég held að Nomad hefur alveg definitely í sér og þetta er alls ekki búið. Nomad er alveg putting on a show right now. Já, þetta er fuck exciting að sjá. Mér finnst þess að fólk underestimate hvað skemmtilegur Belmont geta orðið. Já, ég bara skil ekki af hverju fólk heldur að Belmont, early mera, ég skil það. Já. Late mera, að fólk heldur að Belmont sé lame karakter. Hvað meinar þau? Það bara meikar ekki sens fyrir mér. Belmont er svo cool. Þetta er bara karakter sem Sónir er automatically lame. Já. Type A. Það er bara En Þór með lítur út eins og við erum að fara að sjá 3-0 hérna. Gæti verið. En getur tekið þetta Skúli, hann tekur þetta þannig með bakkarinu. Sjáum hvort hann finnur gott advantage state hérna. Ef hann nær að komast svolítið svona inn í sækið hjá þarna Þór og láta hann panika meira. Já. Eða tilta hann einhver pínu. Sé ég fyrir mér að hann getur þetta. En down tilt backer. Hann er með hopp en það er ekki nóg. Þetta, og ég held quick þetta var 3. bara óvart. Ég held þetta var óvart smá disrespectful samt. Nei, það var ekki. Það var bara í raun að þetta var búið leið og hann var launchaður svona lágt niður. Já, ég er bara að tala bananinn. En hei, vel gert til hann Þór. Þór er 100% að fara að meika það á PR þetta season. Skó! Maple win og Nomad win, þetta er, hann er actually bara, þetta er breakout performance fyrir Þór right now. Þór er, verði ég að segja það, alveg prime til að taka móti right now. Ég actually trú hann getur tekið þetta. Hann getur það, hann er búinn að sanna, ef hún getur unnið Maple, þá getur unnið móti. Það er í raun bara svolítið hefur verið svona sagan. Já, Kristján, það sést ekki í ykkur strákar. Production er svona, það sést ekki núna. Production to sleep. Þetta er legendary. Þetta er þarna original Norðurlanda legendið, Juice Kid og Þór núna nýja Norðurlanda up and coming legend. Hann er að sanna það, hann er búinn að vinna Maple og hann er búinn að vinna Nomad og hann hefur aldrei unnið það. Þetta er fyrsta skipti sem hann vinnur þá. Þetta er klikkað! Hann er bara geggjaður. Ég er endaður stoltur af þessum mann. En ég get ekki beðið eftir að ég næ að vinna næst í mótinu. Og það mun hækka rankingið mitt svo mikið. Held að við erum að fá galdur á móti... Galdur á móti Juice? Það er mjög áhugavert. Ég sé fyrir mér að Robin á rosalega erfitt á móti, ég sé alveg nógu erfitt að ég sé fyrir mér að Galdur mun taka annarkvort til að gleða Corin hérna. Já, ég vil alveg til að sjá Corin meira hjá honum. Já, Corin er hélt í mjög respectable á móti Maple Gold senast á móti. Já, ég held að ég sá það eins. Og en málið er Maple náði bara að adapta.
Já. Hann adaptaði og Galdur náði ekki að adapta tilbaka. Nei. Það tekur líka smá á að reyna að adapta og svo getur hann fundið, ef þú gerir eitthvað annað þá getur þú adapta strax. En ég verð að segja, kórinn hjá Galdur er the real deal. Já. Þannig ég sé alveg fyrir mér að við gætum alveg séð kórinn hérna, en hey, samt, ég veit að það er ömurlegt matchup, en samt comfort picks eru comfort picks. Það er allt í lagi svo sem að reyna það, en í raun myndi ég kannski bara reyna það ef kórinn ekki að virka. Já. En Juice, hann er svo mikill grændir að hann tekkir öll matchup-nastum í leiknum. En tekkir hann næst í öll matchup? Hann grændar svo mikið online að hann er með ágæta reynslu á móti flestum karakter. Nema kannski Robin. En þú veist hvaða Robin meinir að fara að spila Robin á móti Lucas. Heala allt. Þú veist, það er bara, öll projektælin eru bara ótrúlega mikið gamble ef hann absorbar sum projektælin þá gæti hann healað bara hátt upp að 25. Já. Þú veist, það er allt og mikið healing nefnilega og að shut down kitið hjá Robin gæti verið alveg en við erum að sjá Yngling, áhugavert. Ég var búinn að langt síðan ég sé Ynglingin hjá Galdur en ég veit að hann er með ágætan Yngling. Hann var einmitt að æfa náðan. Það er gott að sjá, hann er að undirbúa sig og hann veit að þetta matchup er bara eitt að fáið svona virkilega unwinnable matchupun fyrir Robin. Það bara að heala að geta ekki nota projektælinn sín nema þú að riska að andstæðingurinn heali fyrir næstu því 30% er ekki í lagi. En við erum að hoppa beint inn í það, við erum með Juice Kid að móti Galdur Kær. Það er langt síðan ég sé þarna Ynglingin hjá Galdur. Já. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvort að það var svolítið fyndið þegar hann Galdur fór kórinn á móti Maple Gold. Það var ég og Juice Kid bara we were hating. Við vorum bara ég er ekki viss hvort það sé rétt, ég held hann ætti að trúa meira á en síðan bara náðan að vinna hann mjög convincingly tvisvar í röð. Þannig það var alveg, þú veist, þannig he shut us up real quick, þannig mér langar svolítið að sjá það að repeatast hérna með Ynglingin. Já, ég get alveg, Yngling er ekki lélegur at all, hann er bara, hann er með potential. Hann er alltaf með potential, hann getur alltaf gert þetta. Og Yngling er svona mjög underrated karakter og mest overrated karakter of all time. Já. Hann er underrated núna, overrated back then. True. Þú veist, þegar Armada og allir voru að segja Yngling er S-tier. Nice down smash. Ok. Aerial roller, en mun ekki börja þarna. Aerial roller er alveg allt í lagi, en maður vill reyna að hitta grounded versionið. Já. Ok, þetta var... Ég held að þetta var... frekar clean. What, þetta drap ekki? Ég vissi ekki einu svona Yngling var með sáarspata afsmarsinu sínu. Ekki heldur. Bakker og downer. That should be it. Alright, 169 og Juice Kid 3 over Ynglingin. Það er sæll. Það er alveg brutal. Ég sé fyrir mér að við gæti, I don't know. Allt er lagi að trúa á karakterina sína en gæti verið að við sjáum kórinn eða einhverja breytingum. Ég myndi ekki halda frá honum en Galdur er mjög sterkur competitor og mentallega hans er alveg oftast mjög gott. Já, það er bara geggjað að sjá það. Já. Hann er eini sem actually mér finnst skemmtilegt að horfa á Robin fyrir. Í alvörunni? Þú er Robin hater hún. Nei, ég hata hann ekki. Það er bara svo lítið að þeim og alltaf þegar er einhver matchup með honum mér finnst það er bara sem gefið út matchupin eru oftast leiðileg matchups sem hann er á móti. Swordfighter? Juice getur að fara Swordfighter? Ég var friendly sem átt hann er insane. Ég veit að hann er með alveg Swordfighter. Já. En ég honestly veit ekki alveg hvað Juice er að pæla og ég vona að hann borgar dýrlega fyrir að disrespekta svona með því að hann var að vinna 3-0. Já. Hann var að vinna 3-0 á móti Ynglinginum hans og hann fyrir Swordfighter. Það er pínu. Ég actually sé það hjá honum. Já, ég held að þetta bara
Juice að reyna að gera statement eða eitthvað? Nei, I don't know, hann búinn að vera að ég ekki að segja að hann ekki með Mii Swordfighter. Mii Swordfighterinn hjá honum real. Ég að tala bara meira yfir, hann bara búinn að vera, ég held að hann var bara með þetta fyrir að henda þessu í endastageinu á móti einhverjum ef hann með réttan tíma fyrir það. Já, hann mjög góður Swordfighter player, nefnilega. En eftir að 3-0 anstæðinginn sinn, þá segi ég af hverju að breyta. Það það, já. En sjáum bara hvernig þetta fer núna. Allavega hann lítur betur út fyrir Galdur right now. Já. Veistu hvað ég held þetta var? Hvað? Ég held að Juice þetta, ok, núna, veistu hvað, með annan narrative hérna. Ég held að ég var að jumping to a wrong conclusion. Ég held að Juice sagði, ég ætla að spila Mii Swordfighter. Já. Ef maður vann fyrsta leikinn þá þarf maður að annonsa karakterinn sinn fyrst. Já. Þannig ég held að hann gerði þetta til að reyna að svona stoppa momentumið á flowið einhvern veginn. Já. Að gefa Galdur ekki tækifæri til að finna strætið sitt. Já. Þannig þetta gæti verið virkað sem eitthvað svona alternative strategy á Juice. Þannig ég held að Juice ekki toxic gæi. Ég held að hann myndi ekki gera það, hann myndi ekki disrespekta svona. Hann myndi gera það. Já. En ég held að ég trúi í þessu, það meika pínu meira sens ef hann gerði það þannig. En allavega Juice Kid lítur vel út af Swordfighter. En Galdur showing signs of life right now. Landing neutral kemur honum út af borðinu. Og þetta projectile svo gott. Ég held að eitt af Mii Swordfighter gæjunum sem byrjaði að spila hann byrjaði bara út að þetta var nálægt Falco þarna í Melee. Já, þetta svona bara slow Falco laser. Já. Alright. Juice Kid finnir upperið. Þetta alright, let's go Galdur. Galdur ekki að reyna að fara down 2-0 right now. Hann að reyna að fá counterpick advantage eða móti Juice Kid right now. Enginn að disappointa right now. Nei, alls ekki. Og málið núna, þannig að ég útskýri fyrir fólkinu heima ef þið þekkið þetta ekki. Segjum að núna, ef að Galdur vinnur núna á móti Juice Kid, þá þarf Galdur að segja hvaða karakter hann ætlar að spila fyrst. Já. Og þá getur Juice Kid farið og spilað Lucas aftur inn í Yngling. Þannig virkar það basically. En Galdur heldur advantage sínu og gets on the board. Mjög risky strategy hjá honum Juice, en Mii Swordfighterinn hans alveg nógu góður. Þetta var mjög close leikur. Já, þetta var mjög close. En þetta var alveg, en Galdur kær klötsjar upp og næra halda advantage sínu. Nú getur hann að forda að tapa kannski einum ef hann ákveður að fara Lucas inn í Yngling. Já. Og þá fær hann counterpick advantage seinna, fattaru. True. Það skiptir mjög miklu máli ef þetta það sem að Juice að gera. Já. Ég held þetta, hann trúði að hann gat unnið secondaryinn hjá honum með secondaryinu sínum. Sem alveg fair. En já, ég held að ég var að predict þetta perfectly. Mjög líklega, já. Já, sorry, það var eitthvað svona bara, nei, come on, ekki vera að disrespekta. Ég var ekki að fatta the grand plan. Blood was cooking something up, sko. Hann getur. Ég held að þó hann mun ná öðru. Alright. Ói, þessi snákur. Nice mashup. En þetta brutal. Juice insanely góður í þessu. Held hann tóntaði þetta líka. Jep, ég held það líka. Hann var glaður, hann að fíla sig. Juice að tala við snákinn. Vel gert hjá okkur. Bara, vel gert snákurinn sagði. Það lítur alveg svolítið út eins og Game 1. PK Freeze samt, já, move of all time. It is one of the moves of all time. Og það viss matchup þar sem það bara það svindlar. Já, svona, það getur bara rústað certain karakterum strax. 100%. PK Freeze mun, sterkt fórættir. Þetta lítur rough, en hey, það eins gott að Galdur náði að vinna þennan eina leikdana. Já. Ef hann hefði ekki unnið það, þá hefði hann verið forsaður að
blind picka næsta picki sitt og þá það ræður Juice hvort hann nota Swordfighter eða alright get him out Galdur segir bara alright, go next seifa smá mental kannski eða eitthvað en núna áhugavert að sjá ætlar Juice að fara Swordfighter aftur eða ætlar hann að reyna að taka Lucas bara inn í annað counterpick held að hann mun fara aftur Lucas málið sko hann vill ekki fara Howard Ridley ok þetta definitely losing match fyrir Ridley en Ridleyin hjá honum Galdur nasty og að hafa svona explosive góðan karakter og hann þarf ekki að finna of mikið að hits til að gera big damage Mér langar að sjá þetta nýja taggi sem hann diskaður þetta frá Ridley Really? Eitthvað nýtt tag? Það var uppið Ledge Cancel Edge Cancel? Hann fer mjög nálægt edgeinu í ledgeinu og hann getur komið strax af ledge grabinu og byrja að kukka hann kemst upp oh my god þetta var svo hættulegt og þetta huge reversal fyrir Galdur right now en hann hittir ekki bakkerið og klippaður að Peaky Thunder 2 og hann finnur oh my god þetta crazy match þetta svo gott recognition hjá Juice að fatta hann að djæja inn easy backer ambitious niðurbjö hjá Galdur þarna þetta hefði geta verið huge en Juice gefur ekki neitt frýtt og nær bara, vístu það náðu ekki reversalinu þá borgaði Galdur dýrlega fyrir það og þetta held ég líka hverju matchupið ekkert eitthvað það gott fyrir Ridley Nei hann á svolítið erfitt með það, þetta eitthvað sem ég hef alltaf sagt Ridley bara just go out there and hit him forrættir hans mjög lítið range nefnilega It's looking like curtains right now fyrir Galdur, hann að tónda hvað er hann að gera, nei Það róa sig aðeins Come on Núna, ef það einhver tíman sem maður á að vera að gera eitthvað saucy og risky þá það núna Galdur þarf að make something happen and it has to happen right now sko True og forward throw, ekki DMX með það bara að taka meira og meira damage hann nær stokkinu en þetta full stock lead og hann búinn að taka 68 getur ekki tekið eitthvað mikið meira og bara up smash, þetta new Juice Kid þetta bara time skip episode Juice Kid right now hann notar up smash og hann kemur og reynir að sína að hann með sick bars en hann Juice Kid tekur það alright, vel spilað til Galdur á móti bracket demonunum sínum Juice Kid absolutely, hann counterar meinin hans Juice counterar meinin hans Galdur þetta alveg brutal but them's the works en þetta allavega þetta ekki búið enn hann Galdur ennþá í mótinu og það alveg einhver séns að Galdur getur fengið runbackið og kannski aðeins svona náð að sendera sjálfan sig aftur en ég var að pæla að taka smá pásu bara aðeins að taka pásu og fara á klostið þannig bara, ég held að þú ætti bara að koma með þannig við bara sjáumst bara seinna Skjalti, Smash Brothers Ultimate Top 8 að fara að byrja bráðum we'll be right back
Ég sé þig bara, það var rigg. Ég veit að maður stæði þessi. Ég er Kári, Besti og rigg. Reykjavík International Games. Sjáumst. Herru, ég ætla að ná í gengið, ég er tilbúinn. Nei, við getum kveikt á kommentarur fyrst. Alright. Du skit. Jæja. Á, er það? Nei, herru, alright, and we're back. Halló. Þótt það sérst ekki í okkur. Skjálti, sjálfstur Skjálti, legendary event by the way. Fyrsta mitt. Ég veit ekki alveg hvort það sé satt, en ég heyrði einhvers þar að seinasti Skjálti var 2025. 2005? Ég var 8 ára. Það er bílað. Ég er ánægður að sjá það komið aftur. Að fá að experience að Skjálta. Ég hef alveg heyrt þetta land. Ég hef alveg heyrt bara sögur, þú veist, af háregnum og þú veist, hér og það í gaming-sinnum. En já, Skjáltinn, þetta er bara geggjað event. Insane. Þetta er bara, þú veist, þetta er alveg á sama leveli og háringurinn með ég að segja. Háringurinn er geggjað land. Það er bara ekkert hægt að dissa háringin eða neitt. Nei. En þetta er líka mjög high quality event. En við erum að hoppa beint inn í það. Við erum með Loser Side, Maple Gold á móti Thor, The Run Back. Let's go. Núna hefur Maple tækifæri til að taka Thor í Losers, eða taka hann úr mótinu og fá revenge, fá Run Back í sitt. Og það Thor sendi Maple í Losers. Já. Sem er klikkað. Þór er svo, ég er svo stoltur af Þór. Ég held Þór er nógu svangur. Ég held hann er ekki búinn. Job's not finished. Nei. Það er það sem að það snýst hann er með the heart of a champion. Þú veist, hann er alveg kominn til að keppa og er bara búinn að sína hraðasta improvement af bara öllum ever. Íslands Smash sögu. Frá bara sem ég séð eftir ég bara fór niður rabatóli að vera í þessu. Hann er bara búinn að vera bestur frá öllu. Það er bara, þú veist, það er bara sumir sem eru, þú veist,
fatta leikinn betur einhvern veginn og tekur eins og það tók mig miklu lengra tíma en Þór að verða rétt svo ekki lélegur. En við erum að hoppa beint inn í það. Diddy Kong á móti Cloud. Alright. Axel, ekki allt í góðu? Yes. Já, ekki málið. Alright. Þarna eru þeir. Þetta þarna talið vera frekar even matchup. Frekar even? Já. Vá, ég myndi alveg trúa það er bara ég. Sko, Cloud með stærri hitbox eins og disjoint og ógeðslega gott damage og bara en Diddy Kong með geggjað edgeguard á móti Cloud. Já. Hann getur, gimpað hann með banana oft, af og til og combo-gameið hans líka mjög gott. Új! Hann var næst í. Hann messaði upp rétt svo þannig, en allavega gott að sjá hann fyrir sig. Þetta var svo gott attempt hjá Maple Gold, ég respekta það. En þetta var aðeins off the mark með þetta finishing touch, það hefði drifið. Það hefði drifið. Já, ekki sem þú vilt vera að sjá. En hei, Þór örugglega að taka þetta allan daginn. Já. Við erum með Maple Gold á móti Þór, ekki Galdurkær. Takk fyrir pent. Afsakið. Það stendur hana vitlaust info. En, upsmashið, Maple Gold þekktur í Evrópu fyrir þetta. Það er eitthvað sem allir toppspilarar í Evrópu þekkja toppplayerin okkar fyrir að vera Cloudin sem með the scariest upsmashes. Nice monkey flip til að covera basically allt hana. Missir tímasetningun á forward tilt en down throw, DI mix-upið, nær backer, auka damage. Down tilt up smash, ekki nóg, Cloud freka þungur. Ok. Þannig að eitt áhugavert við bananan hjá Diddy Kong. Já. Hann kastar bananan, ok, skulum bíða smá þangað til leikurinn slakar á eða eitthvað. Ég kannski eftir ekki, þá get ég útskýrt eitthvað með bananan. Já. And right now, upsmash þetta skjöld. Samt ekki nóg. Slightly. Wow. Diddy Kong með eitt besta upsmash out of shield, en það svo hratt. Það þýðir að það ekki það sterkt. Nice. Flott þannig, sástu litla drift, hann driftaði pínulítið út, hann Maple Gold, til að sleppa frá forrátiltinu. Já. Og downtilt for backer. Nice. Hann búinn að vera að hitta þetta mikið meira. Já. Oftast það bara búið að vera downtilt forrátir sem ekki augljóslega ekki jafn gott. En núna hann búinn að vera að hitta fleiri downtilt backers. Sjáum hvort Þór getur keep it together right now. Sko, Þór alveg well-equipped player til að taka út andstæðing eins og Maple, nefnilega. Ég ekki viss að Maple hefur spilað á móti mörgum Diddy Kongs á kaliberinu hjá Þór. Nei. Myndboxið ítti bananum aftur hann að borðið. Air dodge, en hann kemst aftur inn. En Maple reynir að vera svolítið gráðuð með þessu forrætteri. Sjáum, up smash. Þetta gott, þetta sterkt lít fyrir hann Þór right now. Mér líður eins að Þór í hausnum á honum aðeins. Já, ég held að Maple ekki típan til að vera flustered mjög easily. Nei, það líka bara... En right now, allavega í gegnum svona meiripartinn Þór búinn að vera outplaya. En þetta samt alveg miklu meira even en þú heldur. Hann á ekki hopp. Alright, Þór tekur game 1. Þetta svo skemmtilegt að sjá. Ég svo stoltur á hann Þór. Já. Og Þór alveg einn af þessum sem getur farið alla leið. Hann getur, ég sé alveg fyrir mér að við getum kannski séð Juice Kid Þór Grand Finals. Það væri ótrúlega skemmtilegt. Það væri hype. Það væri hype as fuck. Þetta væri unprecedented, eitt læsta placement sem Maple Gold hefur haft bara í mörg ár. Já. En Maple he's not a quitter, það alveg á hreinu. En Þór búinn að vera að spila svo clean, combo gameið hans búið að vera insanely gott, pressan hans bara alltaf búinn að vera betri og betri. Hann búinn að æfa sig mikið á móti mér nefnilega, síðan hann kom til Reykjavíkur. Þannig ég mjög ánægður að sjá hversu góður hann orðinn. Hann vann mig líka á seinasta móti. Já. Ég þarf að vinna Þór allavega einu sinni í viðbót áður hann verður of góður fyrir mig. Hann að taka hratt fram úr mér, sko. Já. I mean,
bara frá speedið sem hann getur gert þetta, hann hrikalega talented í þessu. 100%. Minnum mjög mikið á svona CJ frá Taekwondo yfir í þessu. Já. Að næstu í vinna kóreska manneski, það insane. Það bara að vinna topp í eða bara öllum heimi. Ok, gott hann skildaði. Gott, þarna aðeins öðruvísi timing á bakkerinu en svona hefðbundið. Hann gerði það rosalega low, þannig að Þór þarna missir parry timingi og droppa shield og deyr bara. Aggressive forward og ef það eitthvað sem Maple rosalega góður í, sem Þór talaði að Maple einna betri að nota items eða nota bananana mótunum í Íslandi. Já. Hann hefur sagt það. Þannig það eitthvað sem ég finnst gaman að sjá, hvað Maple actually mjög solid með bananan. Já. Þegar hann fær hann. Og þú veist, að gefa Cloud banana ekki eitthvað sem þú vilt vera að gera. Nei. En maður verður að nota hann. Þú veist, Diddy Kong alveg rosalega góður með bananan, þannig. Hann var bara til í að fá þetta down air hrikalega mikið. Hann var alveg að fisha fyrir því. Það ekki honest bein í líkamannum hann sko. Hann bara að reyna að cheesa. I mean, cheesing making Byrjast. Droppa sköldarna. Ég hefði öskrað ef hann hefði parryað every single one og það væri svo flott samt. Það væri aura, það væri max aura. En Maple Gold lítur mikið betur út í Game 2 right now. Það að burna limit samt. En Cloudbacker og big damage for cross slash. Ok, gott punish. Beita Maple til að grípa bananan. Smart að henda banananum á ledge til að covera recovery sitt hana. Já. Og Backer tekur það. Það eitthvað læti hérna uppi. Held að það var danstími sem þið tekkaði. Já, þeir fóru þarna úr stutt, þeir ætlaði að fara að borga. Þess vegna eru spilararna með hirndól, þannig að vonandi ángra svona ekki og truflar ekki í miðjum leik. En Maple Gold on the board, þetta meir eins og ég var að búast við að myndi fara. Ég var ekki að búast við 3-0 hérna. Já. Engan veginn. Og þú veist, það eitthvað sem að þeir sagt. Þannig að loser side Maple Gold hættulegasta version af Maple Gold. Það terrifying að fara móti. Já, það bara, hann svona með þetta losers demon í sér. Ef hann tapar snemma, þá bara, ok, nú ætlum ég bara að sweepa. True. Það allavega hvernig hann gerði það seinasta móti. Það var alveg, brútal. Elli tók hann út seinast. Damn. Já, þú varst ekki seinast, það? Nei, ég ekki búinn að vera alveg nokkur. En Maple sticking with the Cloud og ekkert nýtt. Alltaf að vera svona, þeir eru geggjaðir á þessum karakterum. Alright. Koma svo. Kemst fram hjá öllu. Maple og Viffa allt hana. Bara lítið punish, bara forward tilt. En all of these forward tilts are gonna add up. Þetta ekki verið að taka á mikið. Ef Maple hefði hitt þetta backer hérna, ég held hann hefði getað komboð í forward tilt spike. Mjög líklega, já. Með limit þá virkar það þannig. Banana komboð, oh my god, hann catcha hann að díja út. Þetta var nasty sequence hjá Maple Gold. Þarna sér maður það kristaltært hversu góður Maple að nota bananan. Hann bara, já, ég búinn að vera að spila First to Lugaya alla mína ævi, sko. Hann bara downera, aftur. Ekkert backer, nær forwardurinu. Backer hefði líklega drepið hana. Koma svon. Bam. Hann ekki backerinu og forwardur tekið það. Alright, Thorn manages to stop bleeding. Rétt svona, hann endur á banananum. Já, ef Diddy Kong kastar banananum og hittir, þá tripping animationið mikið lengra heldur en ef þú labbar á hann. Nú. Þannig bara, það svona eitthvað fun fact sem ég ætlaði að segja áðan sem ég var interruptar og það gameplayður af hype. Þetta svo fokk hype.
Og Bakker! Þór gískar rangt þarna og Maple Gold bakkarar hann fyrir vikið. Já. Nú, hann vildi þetta, fuck Faith. Maple að setja á rosalega góða pressu hérna. Sjáum hvort að Þór nær að slaka aðeins á, keep his composure og nær að klutcha þetta út. Ákveður að reyna að pamla aðeins og oft hana. Ekki viss hvort að Maple með nógu miklu reynslu á móti Diddy Kong að vita að hann á að DI-a út á móti down throw ef hann getur down throw þá fengi true combo backer ef þú DI-ar inn eins og ef þú ert að búast til backer, fattaru? Já. Nice catch aðeins og hægur á komboinu sínum hann Þórana. Nei, þetta er alveg, þetta var gegn Up Smash King right there. Up Smash á plattforminu? Já. Word? Hann bara king of Up Smash. Hann the king of Up Smashes. Það þarna það sem hann mjög góður að finna þau og hann bara svona einhvern veginn ekki hræddur við að gera það heldur. Nei. Og ég sé sjaldan Maple gera virkilega léleg Up Smash. True. Það gerist af og til. Inn á milli, já. En hann bara stundum bara hann way off the mark. Þú veist. En oftast svona það nógu óþægilegt að ég næ ekkert endilega stóri punish. Já. Það ekkert oft sem ég næ að, þú veist, lenda með backer eða dash attack eftir að hann viffar það, fattaru? Já. Það líka lítið endilega á því. En Maple Gold looking really good right now. Að reyna að fá runbacki sitt og senda Þór úr mótinu right now. Þór, hann búinn að vinna Maple Gold einu sinni og nú hann þarf að sanna núna að hann getur tekið mót af hann. Þannig Maple búinn að vera að gera þetta og búinn að vera nummer 1 miklu lengur en allir aðrir, þannig það nú svolítið tall order að taka, þú veist, að vera ekki pínu intimidated af það bara legacy-inu hjá Maple. Hann með mjög mikið legacy, þú veist, bara að vera, þú veist, besti, þú veist, það svona, stundum kemst maður í hausinn sinn með eitthvað þannig, fattaru? Já. Nice air dodge hjá Maple. Flott grab, ákveður að fattar að hann getur ekki punishað hana með forratilt úr skjöldunum. Gott recovery hjá Maple. Down throw, yfir í backer. Þetta DI mix-upið, ef maður DI-ar inn þá getur hann fengið bakkerið, en forrati nógu sterkt til að drepa þarna. Diddy Kong ekki það þungur karakter nefnilega. Nei. Og Cloud miklu þyngri. En Diddy Kong með ekki rage, þá mun Up Smash ekki drepa fyrir svona 140. 140? Damn. Með réttu DI náttúrulega. Já. En það létt að DI Up Smashi hjá þarna Diddy Kong mín, það multi-hit. Allt extra credit svo gott fyrir Maple Gold right now. And surprise jump scare barrel. Þór hittir hann með the Norðurland Classic, eða Diddy Kong's Classic. Nær jabinu, heldur hann á ledge. Ledge jump. Aggressive monkey flip. Maple ekki positioned rétt til að punisha monkey flipið, en var örugglega búast við því. Koma svo. Hann bara haldan þarna. Já, þetta er rosalega erfið staða að vera ef þú ert Þór right now. Út af, þú þarft bara að klutcha. Það ekkert annað að gera. Eins og einhver íslenskur rappari sagði. Það bara ein regla. Það að negla, sko. Þú að negla þetta niður. Koma svo! Ég pínu bæs, ég búinn að vera að kenna hann svolítið mikið, sko. En Maple Gold, hann Maple Gold líka, sko. Já. Alltaf gaman að sjá krakkan spila. Og forrætti tekur það. Og þetta ekki það mikil prósenta fyrir Maple. Maple mun alveg lifa af 3-4 neutral wins. Og sérstaklega að finna núna openings á mótunum og fá þessa prósentu. Þetta Þór verður að hafa the heart of a champion right now til að geta ekki krumblað undir pressunni. Og núna regrab. Reynir að gera eitthvað þarna, ég skrítið upp ég. Þór pína frík út, ég sé það bara hvernig hann að hreyfa sig. Maple bara að senda út annað kill move. Sjáum hvort hann finnur fyrsta edgeguarda sitt hérna. Oh my god, hann greip hann.
hann er insane. Hann svo góður að spila með items. Reynir að fara þarna, kóla út með forwarderinu. Hefði getað virkað. Sjáum hvort að hann næra even á stokkkantið. Maple Gold að fara að taka Þór úr mótinu, fá revenge sitt? Já, that's it, alright. GG's, vel spilað Þór og Maple. Báðir immaculate keppendur. Vel spilað til Maple Gold, vel spilað til Þór. Þór, ef það er einhver sem getur tekið frá deginum í dag, hann ætti 100% að vera stoltur af sjálfum sér fyrir að standa sig svona. Þetta er breakout performance hans. Já, þetta var mjög vel gert hjá hann. Þetta er fyrsta mótið þar sem hann stendur sig virkilega vel og er að vinna top playera. Já. Ekki bara top 8 playera, heldur top playera. Þú veist, það er alveg mjög vel gert. Og það er bara banger eftir banger eftir banger. Og nú erum við að hoppa beint inn í Galdurkær á móti Maple Gold. Þetta er áhugavert. Mér hlakka til að sjá hvort að við fáum að sjá Corinin eða hvort við fáum að sjá Robin. Hann seinast fór hann Corin og Corin er alveg the real deal. He shut us up pretty quick. Ég og Juice vorum eitthvað, ég er ekki viss. Og síðan bara rústa hann fyrstu leikina. En Maple náði síðan að adapta. Það var alveg svolítið sem gerðist. Maple Gold er bara hann er rosalega góður. Hann fattar strax mikið af hlutunum sem er í gameplayinu og fer bara að byrja að panna ef þú ert með habit, þá mun hann abúsa það. Galdurkær er þannig líka. Hann er rosalega góð, hann er einna betri að rýta og calla út. Sem Robin player, það er bara svona bread and butter svolítið að mörgu leyti bara random aerials. Þeir eru risastór, gera ógeðslega mikið damage. Ég hugsa það eins og DDD forwarder. DDD forwarder er ekkert eitthvað geggja move, en að gera það bara randomly til að call út jumps. Það er gott. Og Robin býst ég við að er með svipað dæmi. En við gætum verið að sjá Corin right now, en ég veit ekki alveg hversu bad eða hvort Robin Cloud matchupið er actually bad. Þannig, sjáum bara til. En hérna er kickerinn. Sko. Það er Corin. En hérna það er svolítið kicker hérna, sko, málið er meira sér ef Galdur vinnur Maple hér, sem var amazing. Til að vinna mótið þarf hann að vinna brakkidímoninn sinn. Juice Kid. Hann er bara, það er erfitt að vorkenna honum ekki. Ef þú horfir á þarna, ef þú hefur hort á Robin á móti Lucas, it's not pretty. Það er ekki pretty. Ég get sagt það alveg. Þannig að það hafa ekki aðgang að meinunum sínum í, svona high pressure situation er ekki nice, það er óþægilegt. Það er ótrúlega óþægilegt. En allavega að byrja freka vel fyrir Maple, samt Galdur alveg keeping up the pressure right now. Reynir að calla út bad approach hjá Maple Gold. Maple samt er ekki trættur og er mjög confident í spacinginu sínu þannig. Það hefur verið big damage. Sjáum hvort að hann næra að finna einhverju nice pins hérna. Down er ekki alveg nóg að drepa Battlefield. Alright. Backer hérna. Það er svolítið áhugavert að sjá. Það eru margir sem að nota ekki platform invisibility til að reyna að tæma út limit hjá Maple eða Arsene hjá Aldis. Það er ekkert allir sem gera það. Ég gera ekki þetta, ég er bara byrja alltaf að fríka út að ég vantar að taka strakkið út að ég er alltaf komin í kill % hjá mér. Það er alveg valid strategy að gera það ef það er kannski lítið, en síðan er það líka, ef þú býður þá ertu með minna invisibility. Ef þú býður, þannig það er líka double-edged sword að gera það. Maple Gold looking clean right now. En spot og stance match, vel gert Galdurkær. Þetta var nice lucky break fyrir hann Galdur að finna þetta. Ákveður að kicka en hann perjar það. Galdur og Kær, segi ég bara. Backer. Brutal. Það er eitthvað sem Cloud er þekktur fyrir. Það er þetta Backer. Þetta er DLC cheater move. Þá hann er ekki þetta DLC lengur. Nei, en þetta er svona, ég segi svona, það er svona allir karakterar með 1 eða 2 DLC cheater moves. En þetta er lúmst erfitt að tekka þetta Blade Beam. Og mjög gott coverage hjá honum Maple Gold. Og hann tekur fyrsta leikinn. Alright. Er ekki hægt að B-reversa? Hann B-reversaði Blade Beaminn. Já, ok. Ég sá það ekki alveg.
Ekki nýtt, fyrir bara held áfram í kórinn. Hann náði að sýna Signs of Life og virkilega að taka Maple Gold mjög langt, pusha hann mjög lengri en flestir með kórinninum. Þannig ég held að sé alveg rétt hjá honum að halda áfram að spila kórinn hérna. Sjá núna til, Maple samt alveg looking real good right now. Þetta loser side, sko, þetta loser side Maple. Loser side. Það allt annað kvikindi. Alright. Þetta skillætt. Ok. Ágætt punish, Jabbi gerir fullt damage. Hann er solid 20% frá þessu Jabbi held ég. Já. Samt 120 á móti 46 right now. En hann nær geggjað call-out, hann lifir, hvernig lifir hann þetta? Hvað hann að borða? Það bara sverðið? Eða Cloud Strife bara The density of this cloud is way too high. The thundercloud. The thundercloud. Oh damn. Ákveður að reyna að countera. Hvernig hitt þetta ekki? Hvað meinaru? Þetta hitbox frekar janky en samt. Ok, þetta var fyndið. Hann svolítið risky play hjá Maple að hann bara respektaði ekkert forward smashið hjá Galdur hana. Nei. Hann var bara, it's cool, free kill. Stundum svona, maður býst ekki við því, hann mun respekta þetta, hann mun reyna að wave punisha. En já. Fullt af shield damage. Og núna í raun, damn. Þetta var svolítið Þetta fokk gott spike, ég þarf að segja það. Já, hann Cloud með rosalega góð spike, forwarderið og downerið. Já. Maður gleymir stundum Áhugavert að sjá þetta downer hjá Galdur, þekkt sem versta múfið hjá kórinn. Ég myndi ekki að segja mjög nálægt því. Ekkert tekka á þessu downeri og það er svo erfitt að tekka á borðinu svona. En þarna þurfti Galdur að gera það, annars var þetta var bara true. Alright. Sjáum til, kannski mun hann halda áfram að spila kórinn. Maybe. En það alveg universe hérna þar sem hann tekur Robin. Eða Yngling. Wow. Það veit. Kannski mun það ganga betur hér. Secondaryinir hjá Galdur eru mjög solid. Já, lapar hann mikið. Nei, en það eitthvað sem að ég svona hef oft svona criticize á. Það svona, þú veist, ég og Juice eitthvað að tala að ég ekki viss þetta að hann ætti að taka kórinn hérna, fatturu? Já. Mér svona líður eins og hann æfir sig alveg nógu mikið til að hafa nógu góðan secondary til að geta competað á móti kalibra player eins og Juice og Maple, fattaru? Já. En það vantar það sko. Allavega á móti Juice sérstaklega. Hann að kúka. En núna hann að sýna að Ynglingin hans mjög góður, ég vissi það alveg. En Juice kannski bara mjög vanið matchupinu eða einhvað, ég veit ekki. Já. Ég las ekkert of harkalega inn í þarna brúta leikina á móti Lukasinum og Ynglingin, þú veist, hjá Juice, sko. Nei. Ég veit alveg að Galdur með alvöru Yngling, þú veist. Það bara... En það sko munur að vera búin að vera meina karakter í mörg ár og vera alveg búin að mastera öll aspekt af karakterinu sínum eins og Robinin hans. Já. Og að vera með solid secondaries, fattaru. Það mikill munur hana. En backthrow DMX up og hann tekur það. Alright. Hey, so far, verð ég að segja. Þetta tók! Já. Ég held að þetta var svo stíða. Ég held að hann DA-ið orðt inn. Það geti verið. Sá Galdur hann að brosa fram. Nei, hvað ég gera? En Galdur, þetta allavega Yngling counterpickið búið að vera að virka mikið betur en kórinn allavega so far. Já. Þannig hlakka til að sjá hvort að Galdur geti tekið þetta alla leiðina. Ég þurfti að spurja hann á eftir matchupið á móti Robin og Cloud. Ég hef séð Robin player fara mjög even á móti Cloud actually. Já. En ég ekki believer að Robin getur ekki unni Cloud persónulega. En kannski veit Galdur, hann Robin main, þannig að hann veit líklega eitthvað sem ég veit ekki. Okay. Mission. Þetta var mission út af F-Smash, come on. Þetta ekki tíminn þegar þú vilt að gera svona. Og uppbyrðið.
núna tíminn, hann þarf að ná einhverju hérna, reynir að shieldgrappa bakkerið en það segir bara shield, það svo bullshit og ekkert tag og Maple Gold tekur það, vel spilað til báða, Maple Gold bringing it back all the way from, ég held að hann tapaði áður en fyrir topp 8. Já, hann datt í losers fyrir topp 8, þannig hann alveg making a run. En ekkert nýtt fyrir hann Maple Gold, hann aldrei hægt að count hann out. Það eitthvað svona eins og hann fær enga power þegar hann tapar. Það svona, hann verður redeemed þegar hann tapar. Já, það líka, ég tala við Ella þetta. Ef við veitum ekki að Elli Erlingur, túnlinginn, hann var bestu playerinn í mörg ár. Þegar senan var að byrja, fattarðu. Og ég tala við Maple og Ella þetta. Það erfitt að vera besti playerinn. Sérstaklega ef maður að vinna eiginlega allt. Og það svona stundum getur verið erfitt að finna motivation að bæta sig. Já. Sem skiljanlegt, honestly. Ég myndi ekki skilja það persónulega. Ég hef aldrei verið bestur. Ég heldur. En that make a sense. They say it's lonely at the top, you know. Bara hann að horfa á mig. Maple Gold, hann var að koma út og admitta að hann Leffen fanboy #1 á Íslandi. Damn. Já. Maple Gold, hann elskar Leffen. Hann heyrir ekki í mér, hann bara locked in. Það kemur juice. Bara gaman að þessu. En þetta er bara recent classic, bara #1 og #2. Núna hefur Juice alltaf sanna. Og ef að Juice get vinnur núna þetta mót, þá verður fyrsta skipti í langan tíma þar sem að Maple Gold ekki #1 seed. Damn. Þannig það er mjög hype. Þetta er alveg svolítið svona mikill söguþráður hérna í gangi. Giving me chills. Þetta er hype, maður. Þetta er búið að vera svo lengi og allir söguþræðinni sem hafa gerst. Þetta er ógeðslega áhugavert. Þetta er eins og þetta er eins og Erli og Galdurkær. Já. Þeir voru með mjög mikið svona rivalry back in the day. Þar sem að Galdur var einn af fáið sem gat unnið hann og þeir voru mjög even. Og svona fyrsta skipti, ég held að þannig að Galdur var mögulega, Elli mun segja að ég hafði rangt fyrir mér, en ég held að Galdur var fyrsti til að taka mót af Ella fyrir utan Óla, en Óli önnur saga. Fyrir Óli? Víst við höfum smá tíma og Juice Kid að fara á klóstið, ég ætla að segja svona stutt version af Óla, sko. Þegar vorum að byrja, þá bara alveg í byrjuninni, bara eitthvað. Ég held að það var þriðja móti sem ég og Elli héldum, eða eitthvað. Og þá Elli að vinna mig, en síðan mætir þessi pit player, Óli. Pit player. Og Óli vinnur Ella 2 mót í röð. What? Og síðan hættir hann bara að mæta. Og Elli ekki ennþá búinn að sleppa þessu. Það var ógeðslega, og Elli var svo mad að hann fekk aldrei rannbackið sitt á mótunum Óla. Shoutouts to Óli, hann er bara að grænda skólan og gera lífið, hann að læra að vera læknir. Seinast þegar ég hitt hann. Þannig að hann var í MR þá og núna hann örugglega komin í framhaldsnám. Gott fyrir hann samt. Já, legend sko. Óli líka mjög skemmtilegur og flott, hann mjög fín player, sérstaklega fyrir tíman. Síðan kom hann aftur í svona stuttastund. Hann átti ekki séns í nýju krakkana. Það var alveg mikill munur á okkur í byrjuninni og núna verð ég að segja. Við erum búin að levela upp significantly. Já, frændi minn, KC, einhverjum mann eftir honum. Já, ég sé hann. Já, hann hatar Lucas. Hann bara hatar það, ekki út af neinu af kartinu. Nei, það er bara fair. Það er bara up smash. Hann hatar hann bara út af up smash. Það er svo miljón betri hlutir að hata við Lucas. Það er bara up smash. Hvað er þetta að gera? Það er skillinsjú kallinn. Ég ætla að calla hann út, það er ekki eitthvað, þú veit að vera að kvarta yfir svona serinan sko, eða upper komboin sem gera 8-10. Þú veist, það er svo miljón meiri hlutir sem þú getur kvartað sem eru downsmashjans. Það er ógeðslegt. Sko, ég get útskýrt þetta meira. Þannig að upsmashjan er með invincibility frames og hann fyrir niður. Hann var að gera downir og Violet gerði
up smash rétt þegar hann var að gera down air. Hann fór undir og fór strax upp. Yep. Og þú veist líka, það eru invisibility frames á up smashinu líka. Já. Hann getur tímasett og éti move og bara... Það svo bullshit á milli. Lucas á það skilin. Up smashið geggjastert og ógeðslega hype move að hitta, myndi ég segja. Og það viss setups sem hægt að labba út og finna. Þetta mjög nördalegt shit. Þetta eins og svona viss situation. Þar sem hann getur, hann gerir kannski einhvað combo og síðan lendir hann callar einhvern út fyrir að masha. Þannig að hann gerir kannski einhvað, ég veit ekki, neutral upper og lendir síðan og upsmashar til að tanka aggressive mash optionið. Lucas getur gert það. Það actually crazy. Þarna kemur Savadringurinn. Juicerinn sjálfur. Hann er ekki þyrstur, hann er þyrstur. Fyrir þetta sweet double. Ekki bara juice. En Maple Gold sko. He's not gonna do it, he's Maple Gold. Og að folda. Já, hann vill bara gullið vill drekka. Nei, stopp. Óland. My bad. Þetta var ekki sem ég var að fara að segja. Ég ætla að segja, hann vill Þetta er svona eins og seedings predictu. Juice Kid seed 2 reyndar, Maple átt að vera í vinnusætt. En allavega hana, Juice á móti Maple var þar sem var að búast við í Grand Finals. Þannig... Já, en ég ætlaði að fara að segja áhugavert. Maple ákveður að fara Cloud í staðinn fyrir Bayonetta. Já. Hann var búinn að vera að pikka upp Bayonetta undanfarið til að reyna að díla við Juice Kid út af Lucas Cloud þú veist, alveg örugglega even. En það er mjög erfitt fyrir Cloud að díla við PK Thunder. Held alltaf að hann ætlar að ponta. Held hann ætlar að ponta krakkar eins og fucking absolute Batman. Hann datt úr cross-slashinu. Okay. I see you. Alright. Ekstra hraðan frá limit nær dash attackinu. Sterka forrættirið. Það er eitthvað sem að Juice er samt þekktur fyrir. Hann er ekki hræddur við að skrappa. Hann er ekki hræddur við að just go out there og bara halda áfram. Þetta ennþá að hlæga jokeinu þín. Ég ætla ekki að segja það. Þetta var góð, þetta var góður, ég acknowledge það, ok. Þetta var ekki sem ég ætla að segja. Ég ætla að bara, hann ætla að ponta eins og var ég ennþá með þarna Savadringurinn fast í heilanum. Ok, við erum hérna í Grand Finals á skaltanum 2005. Maple Gold á móti Juice Kid og það er dead even right now. Cloud definitely með lead. Cloud bakkar mun drepa en flest mun ekki drepa hjá Lucas en hann mun núna nice snipe hjá honum. Það er mjög erfitt fyrir Cloud að recovera á móti öllu sem Lucas getur hent út á hann en clean drop down bakkar frá plattforminu, keep it simple. Það er mjög vel gert hjá honum Maple Gold. Ok svo erfitt að hitta neutralerinn sín rétt til að kombo almennilega. Hann er bara einu neutraler en misjudger hvort hann getur náð uppirinu. Hurtbox shiftaði framhjá ég sá spotta hann. Mækinn fór fyrir akkurat þegar hann dodgeði þetta PK5. Nice blade beam hjá honum. Það er svona líka pínu riski fyrir Maple að fyrir Cloud að nota blade beam á móti Lucas út af þetta er stórt heal ef hann rítar þetta. Nice air-dodge, þetta condition, þetta frame trap hjá honum. PK5 til að forsa air-dodgeið tilbúinn. Skáka mát, hann gat ekki gert neitt. Maple gat ekki gert, þetta var hann þurfti að driftinn. Unfortunate SD samt. Þetta er ekki tíminn. Kristján. Fínt damage og hann finnur PK freezið. Þetta er ekki, Juice er ekki shook right now. Þannig ég held ákveður að gera PK Thunder, ágætt damage og það tekur hann. Alright. Það er þarna, ef þú reynir að grabba ledge eftir að vera hitt of hratt, þá getur ekki grabba það. Já. Það er nokkur frames, 20 eða einhvað. Já, held einmitt 20. Einhvað þannig. En þannig PK Thunder getur gert þetta við Cloud. Þess vegna er þetta matchup talið vera yfirnóta, það er augljóst að Cloud er með range advantageið og kill powerið að mörgu leyti en Lucas er með down smash, Lucas er með PK Thunder og Lucas er með crazy combo game á Cloud ef hann nær réttu hit honum. Það sást þetta upper. Þegar hann fann þetta upper og hann fekk bara 70
Það er risastórt. Það er insane. Þú veist, og bara með einu múfi yfirleitt, þetta upperi hjá Lucas er busted. Damn, það er reynd sæður. Það er ekki eitthvað léttast upperi í leiknum að hitta, en þegar maður nær að konverta af því, það er svo gott. En Juice Kid frá winner side, up 1-0. PS2. Áhugavert, þetta er oftast bara þetta er bara comfort pick hjá öllum Smash-spilurum. Allir elska PS2. Kannski ekki Villager mains, I don't know. Ég er ekki með Villager main. Ekki lengur. Nei. Þetta er ekki einu sinni nálægt í, það er Small Battlefield eða Yoshi's. Ok. Og ekki tilbúinn, ég veit ekki alveg hversu hratt það kemur út. Magneti hjá Lucas, hvort að það kemur út frames 3 eða... Það er held ég ekki það. Það er mjög hratt. Það er mjög hratt, en það er alls, það er ekki... Það er kannski frame 5 eða 4. Já. Það er mjög hratt, ég er ekki viss. Ég myndi samt ekki segja... Ég er ekki kvota mann einu hérna. Ég veit, Kristján mun cringea seinna þegar hann hlustar á þetta kommentari og bara, veistu ekki neittbreki? Lucas Magnet er frame 1, sko. En nice limit cross slash, tekur fyrsta stokkið. Sjáum hvort að Maple Gold getur fundið smá extra kræð þetta hérna, góð parry hjá honum. Juice er bara, hann er tilbúin í þetta. Þetta tekur. Þetta var gott mix-up hjá þetta var DI mix-up hjá honum Juice geta uppþróa þarna í staðinn fyrir að forðatróa. Þetta er eitthvað sem Lucas hefur, en í raun svolítið slow on the reaction hjá Maple út að þetta er yfirleitt lengsta animationið á uppþróinu, þannig að það er auðveldast að reacta við því. Ég er oftast lendi ég aldrei fyrir DI mix-upinu. Ég raunin DI mix-upið ef ég er að DI-a út nú þegar. Já. En Maple looking good right now, en þetta er mjög explosive matchup. Þetta matchup getur bara allt í einu. Getur Lucas fundið bara eitt opening og þá er hann kominn að borðinu og kominn með fulla damage, en up smash kongurinn til kominn aftur. Já, hann er góður í þessu. Up smash í Hacklot er svo gott. Mér finnst það hype. Það er hype as fuck. Það er spot dodge up smash er gamer move. Það er það. Ég mun deyja á þessum hól, sko. Reynir að finna uppir þarna. Það hefði verið huge combo starter. Ok. Hratt frame data á þarna Arielinu, hann næra að býta forwarderi hjá Cloud. Það er svona pínu hægt Ariel meða við restina. Já. Það er ekki það hægt. Ekki nálægt í, þetta er Cloud. Come on. Sjáum hvort að Juice get næra even og stokkhanti hérna. Þetta er mjög volatile matchup nefnilega. Já. Ef hann næri þessu stokki right now, þá gæti hvað sem er gerst. Og hann næri honum. Þetta er svo brutal fyrir Cloud á móti PK Thunder. Exciting as fuck right now. Juice get búinn að vera mjög góður að covera recoveryið hjá Juice. Já. Sérstaklega eins og ef þú sást háringsleikina á móti, meiri sé að Maple var mjög góður að recovera á móti, en Juice var bara alltaf tilbúinn að covera allt eftir. Já. En B-Reverse, Blade Beam Limit, það mun taka það. Alright, staðan er 1-1. Mætti alltaf B-Reverse gerir 2x damage. Það er allavega það er hana 2 masks of emotional damage. Shouts to Silk Song, by the way. Any Silkers in the chat? Hann er hann. Production, Axel, hann er Silk Song enjoyer. Ég er búinn að spila leikinn ég er að second playthrough núna. Damn, ég er búinn að snerta leikinn. Ég var einmitt farið til útlanda þegar hann kom út. Já. Alright, straight back to it. Ég fíla að sjá Maple stikka með Cloud. Þangað til að það lítur út fyrir að hann þarf kannski, ef að Juice byrjar að vera of dominant á móti Cloudinum hans, þá er kannski tíma að reyna eitthvað með Bayonetta, fattaru. Þetta Bayonettan hjá honum Maple er alltaf læg, sko. En það vantar bara svolítið, það er rosa erfitt að vera Bayo-main. Maður þarf svolítið að gefa mikið af tímanum sínum til að læra að drepa. Oh my god, catchar teðri, drop zone, cross slash, það er insanely stert. Maple Gold, þetta var dirty read. Þetta var dirty. En hann er af Oblan, hann er af Waveshinean.
Sömu matchupum þarna Snake Share Chains Frame Perfect til að carrya yfir stageið. Já. Það samt, Lucas þarf bara að vera þig. Það sömu karakterar sem það ekki frame, en ég held að sé sömur. Áhugavert. Ég ekki búinn að sjá Juice Kid gera mikið að down smashes undanfarið. Ég búinn að vera átta fyrir að reyna að finna öðruvísi edge guards og calla út get up options í staðinn fyrir að reyna að fá two-frameið. Út að ef hann reynir að gera þetta down smash og hittir ekki, þá kemst Maple frítt inn á borðið, en ég væri til að sjá aðeins meira að því. Og Bakker, það tekur það ekki rage, Bakker svo ridiculous í stert. Það ekki rage á Cloudinu sem niður það draf þarna. Og Lucas frekar þungur en maður heldur einhvern veginn. Já. Alright. Sjáum hvort að Juice finnur hérna. Þetta var góð byrjun. Catches him, hann fastur í píki frísinu. Nice recognition og option hjá honum Maple þarna. Ákveður að gera píki þöndrið þegar hann hefði líklega getað downsmashað. Juice fattar kannski ekki að Maple var búinn að brenna hoppið. Þannig að hann hefði getað punishað air dodge á ledge með downsmash. En sjá núna. Juice Kid ekki að reyna að leyfa Maple Gold að resetta Grand Finals right now. Þetta Upper, þú sér hversu sterkt þetta er. Big damage, þetta er dead even. Hann að borðinu. Forsar að burn on limit. Hann hittir það ekki. Það er miklu betra upp í þetta limit up uppið. Og that's it. Sparaði það fyrir þetta situation. Þetta var mjög clutch hjá honum, Juice Kid. Þetta var geggjað comeback hjá honum. Maple had him on the ropes. Hann var rólegur. Juice var rólegur og bara kept it together og bara, cool. Ef ég Juice myndi ekki að vera svona, ég alltaf hérna bara stressandi við þetta. Ég bara insane. Já, ég veit ekki, ég fæ oft mjög skrítið senn þegar ég byrja að spila á móti góðum andstæðingum. Já. Það ég er mjög tapsorg Ég spilaði DDD, þú veist, ef ég vildi vinna meira kannski myndi ég spila eitthvað annan betri karakter, en ég elska DDD bara mikið. Þótt ég spila lélegan karakter þýðir ekki að ég reyni ekki allt til að ég er ógeðslega sveittur. Ég reyni allt til að vinna. Og báðir þessir eru alveg eins fyrir ég að segja. Reynir að F-smasha hana, þetta hefði mögulega trepið. Blade Beam, big damage. Aggressive forwardir bítar Bakkeri hjá Cloud. Þetta er super risky hjá honum Juice, en hann kemst upp með það. Ákveður að spotta til að bjarga skjöldunum sínum. Hefði shieldpokað. Hann reynir að beita air dodge, Maple ekki að býta. Hann Juice gerði svona empty hop og gerði ekki neitt. Down smash, shield pressure, shield pokar. Oh my god. Juice Kid að reyna að klára þessu lokasum kafla, sementa sig sem númer 1 allavega í þessu PR. Ef hann vinnur þennan, þá það bara indisputable fyrir þetta season. Þá þetta fyrsta skipti. Og það einhver sem það skilir, þá það Juice. Juicerinn sjálfur. Þetta fara að vera Maple W eða Common Norðurland W fyrir Juicerinn? Ég get actually trúað frá bara Ég veit það erfitt að tala. Maður er pínu kjallstoff stundum. Oh my god. Hann er búinn að vera að hitta mikið að peak fires. Já, það er erfitt að punisha það nefnilega. Ef að Lucasson gera það vel. Oh my god. Finnur að brenna ekkert meira að tala upp. Big Ever. PK Thunder. Ok. Gott hjá hann að vera ekki beitar að reyna upsmasha þarna. Verri player hefði reynt það, en hann þekkir matchupin nógu vel að það er lítið endlag á þarna uppjénu hjá Cloud þannig. Já. Nice Bakker. Kemst yfir þannig að
hurtbox shiftar í kringum þarna PK Fire-ið en nice roll read coverar basically allt með þessu PK Fire reynir sást þetta var svo close að hitta þetta var svo, hann rýtaði að hann myndi vera þarna hann var rétt svo off the mark samt samt Maple Gold að komast vel fram hjá ledge trappanum og edge guardanum hjá honum þrátt fyrir hversu erfitt það sín bara hversu góður hann að recovera nice og hann Maple Gold tekur lítið hann að reyna að taka þetta alla leið í game 5 og mögulega resetta sjá núna Maple rosa svangur hann er líka mjög tapsár allir þessi í toppnum tapsárir sko maður þarf pínu að vera það maður þarf bara að hafa gott relationship með því að tapa fattarðu ekki að sætta sig endilega við það fattarðu heldur bara að vera ekki að lemja á sjálfum sér í marga vikur og hann lifir þetta ekki búið job's not finished neutral og sterkt forrótir og við sáum þetta í seinasta leik það var svipið prósenta, hann var í 95 og hann náði að gera comebackið Lucas hefur, þetta eins og ég búinn að segja allan tíma, þetta svo explosive matchup og PK freeze og hann gerir annað reynir að koma út fyrir að vera hærra Juice með Maple Gold on the ropes right now what the fuck hann búinn að bringa það alla leið tilbaka nánast samt advantage en viffar rétt svo og Maple thanking his lucky stars bara please þetta var the please forward smash please virka damn alright game 5 Skaltinn 2025 Grand Finals þetta er fyrsta game 5 sem ég held að við sjáum í top 8 í dag já, sýnist það það hefur verið oft game 5 á móti í flestum mótum undanfarið eins og háringurinn svolítið cursed að vera bara með game 5 það martröð fyrir TO að schedule en það svo hype fyrir commentators og alla spilarana alright Grand Finals koma svo þetta er erfitt að vera að finna ekki fyrir pressunni þótt að Juice og Maple eru báðir seasoned veterans í senunni þetta momentin þar sem að meira sé maður vanur meira sé maður með þetta mental fortitude að geta haldið, keep it together í þessum clutch situations þetta staðurinn þar sem að make or break do or die þannig ég sé fyrir mér að báðir playerar eru definitely nervous já og down smash tekur það Juice Kid draws first blood ætlar Maple að leyfa honum að taka hann út mótinu ég vissi ekki að opposí ég gerði svolítið ok, við skulum ekki tala það ég get sagt það seinna núna erum við með Maple Gold á móti Juice Kid afsakið ok gott jabblock yfir í downer hann messaði upp þetta var eitthvað Juice hann með svo djúpa vasa með combo gameið sitt og Lucas meins alltaf með eitthvað sem maður hefur bara aldrei séð forward throw þetta lítur mjög vel út fyrir Juice right now dansmessar nei Maple þetta ekki tímasetningin tíminn til að vera SD en hann finnur og næra að loka stokkinu en hann a whole stock behind sjá núna til þetta alveg hann þarf bara svolítið að reyna að komast aftur og pröfa að airdodja eða ekki airdodja stundum það bara svo riski það svo erfitt fyrir Cloud að komast á móti Lucas oft hann forsaður að recovera illa mjög oft Lucas bara ríkilega góður í að stoffa út approach en þú ert að reyna að recovera oft 100% en Maple Gold showing signs of right now smá healing cheeky en cheeky heal Maple með Juice á ledginu sjáum hvort hann næra að loka svo snemma en annars að taka ómikið meira ég veit ekki hvort þetta var misinput eða hvort hann var alveg í alvörinu að reyna að rýta roll ég respektaði temptið en þetta var alveg crucial moment þarna sko maður hefði Maple vildi fá killið og hann rétt svo lifar á bakkerið hann er að spama bakker hann vill bara einn hlut Cloud means only one thing and it's disgusting Maple veit alveg hvað hann sko hann champion come on
finna bakkarinn. Þetta last dog. Koma svo. Maple að reyna að fá resettið. Juice ætlar ekki að gefa honum það ef hann hefur eitthvað að segja með það. PK Freeze, næri limitinu, gerir recoveryið miklu meira doable. Hann er champion 2025. Og þetta holy shit. Historic moment fyrir Juice Kid. Að taka Maple Gold aftur. Let's go! Og núna, já, hann heyrir kannski í honum. Hann er í skíunum. God damn bro, W, common Norðurland W. Hérna koma Norðurlanda gengið. Ég ætla þeir að koma hérna. Allir koma. Takk fyrir commentary. Ég held að hann vill koma kannski í interview eða? Norðurland. Þetta legendary shit, guys. Jæja. Menn trúðu ekki eftir að ég floppa. Menn trúðu ekki að ég floppa eftir að ég floppa á Soners en nei, þú veist, honestly, það gerist við alla. Já. Það gerist við hvert sem Þú veist, í raun þótt að kannski tapar á móti einhverjum sem það áttir ekki að tapa á móti. Enginn skilaði að vinna, ég hef alltaf sagt það. Já, og honestly, eftir þetta upp í dag. Já. Og núna ertu búin að sementa þig sem nummer 1 þetta season. Já. Seasonið að vera búið? Nei, bara allavega núna. Já. Þú veist, ég að líta. Já. Þú verður top seed næsta mót, guaranteed. Til hamingju með sigurinn, Kristján. Hvernig líður? Takk fyrir. Mjög vel, sko. Ég er mjög sáttur með hvernig ég spilaði. Ég honestly ég hef ekki rosalega mikið að segja. Það er ekkert að segja. Gameplayið talaði bara fyrir sig sjálft. Já. Það er amazing að mótanum. Við vorum alveg bara at the edge of our seats allan tíman. Já. Oh my god. Þegar þú fannst, þú veist, þú var svo composed og náður að klotcha alltaf upp. Þú náður að halda, hvernig leiðir í Game 5? Þú ert mjög, þú ert seasoned veteran og þú ert mjög composed oft og það er erfitt að flustera þig. En það er ómögulegt að vera ekki flustered í þessu reset point. Sko, ég var mjög calm og mjög rólegur alla leikina nema þegar hann var komið með mig á ledgeið. Þegar hann kom með á ledgeið þá fann ég bara ekki leið út. Ég var að reyna að mixa það upp, hann náði mér alltaf. En síðan þegar ég var búinn að ná þessu angle off stage, ég sá PK Thunderið, fattaði hann var ekki með neina option og ég bara svona Þetta var edgeguarding og ledge trapping hjá þér var bara mjög gott. Já. Og ég sé sérstaklega að þú eittir þetta PK Freeze til að calla út early limit uppið. Já. Það var svo close! Það var mjög close. Ég gerði það mikið, sko. Þetta er mjög gott, þetta er nána mix-upið. Cloud á, þú veist, í rauninni þetta er örugglega even matchup. Já. Ég segja það even. Samt alveg greinilega erfiðara að mörguleiti fyrir Cloud til að recover allavega. Sko, disadvantage for disadvantage, það er erfiðar fyrir Lucas, en Lucas hefur erfiðar tíma í neutral. Já, hann outranger, en þú kannst alltaf að stoffa hann út með og outframe-datar hann og challenge þær bakkir hans. That takes balls, þú gerði það í 110 á ledge. Já, þú veist, málega Bro, you're a psycho. Það er klikkað, sko. Það er hvernig ég hugsa það. Já, ég er á 110, en ef ég gerir augljósa optionið, hann er alltaf tilbúinn fyrir augljósa optionið. Hail Mary þetta shit bara, hvort er á 110, ég er að fara að deyja eftir þetta bakkar, já, en whatever. Bara do or die, it's now or never, það er einu sem að, maður þarf stundum að riska það, sérstaklega á top-levelinu, það gengur ekkert að spila safe eða optimal allan tíman, gera bara optimal og góða hluti. Nei, það er ekki það, gerðu optimal og góða hluturinn er ekki alltaf að spila safe. Einmitt. Já, það er alveg satt hjá þér. Heyrðu, en, þú veist mér lefnir svo að ég hafi eitthvað meira að segja. Nei. Bara njóta, sko. Sestu bara. Leiði bara að njóta. Ég er stoltur af þig, Kristján. Stóðstu hetjulega í dag. Ég líka. Nei, joke. Ég ætla ekki að vera að drag this out. Nei. Hefur einhver loka orð? Shout out Next Level Gaming fyrir að sponsora mig. Ójá. Og fyrir að vera alltaf að sjá okkur. Og mér langar að shout out Goblin. Þeir eru ekki lengur að styðja okkur fyrir norðan af því að þeir lokuðu búðinni. Ég veit ekki, kannski. En ég er bara mér langar að þakka þeim virkilega fyrir það sem þeir hafa gert fyrir okkur. Já. Big Völlur eru legendary mót. Já.
Ég er með söm bestu mót sem ég farið á landinu, sko. Það er bara svo gaman að fara þangað. Þetta er uppáhalds. Það er bara svo gaman, sko, og menningin fyrir norðan sem við erum búin að byggja upp er rosalega sterk. Og í kringum mótin, þú veist, það er rosalega mikið svona hangout culture og bara góð stemming. Ég er mjög impressed. Ég er mjög impressed með hversu hratt Norðurlandasenan stækkaði. Já, þetta er því. Og hversu active hún er. Man myndi ekki búast við því, en þið gerðu þetta surprisingly hratt. Og þeir eru með mjög mikið af fólki miðað við að þið eruð í Norðurlandinu. Já. Þannig mér finnst það mjög cool og mjög impressive. Alex bara rekrútaði, þú veist, alla sem eru með sér í stofu og síðan rekrútaði þeir fleiri og það bara svona virkaði út. Herru, en Kristján? Já, takk fyrir mig. Já, bara takk fyrir spilið. Þú ert algjörð legend til hamingju með sigurinn. Já. Og takk fyrir Skjálftinn að hósta okkur. Já. Og ef þið verið hérna, ef Skjálftinn er aftur hérna á næsta ári, þá munum við líklega hafa mögulega 3 daga event hérna. Okkur líkar mjög vel við Skjálftann. Skjálftinn er amazing. Það væri líka mjög gott af því að þá getum við kannski haft tíma til að vera á sviðinu, stóra sviðinu frammi. Já. Og líka, þá munum við fara meira, það förum við meira all in. Við vorum svona nýbúnir að halda 3 daga event. Já. Og gera það svona aftur og aftur, það er þreytandi. Það er, já, ég virkilega trúi því, sko. Bæði fyrir organizers og keppendur. Já. Það er, þú veist, það getur verið taxing, þannig kannski næst. En allavega takk fyrir okkur, bara við sjáum ykkur, kíkja á Smash Discordið, við erum að halda mánaðarlega mót einu sinni í mánuði í Next Level Games. Algjör gót þannig í Next Level Gaming. Ég er Breki. Ég er Juice. And we're signing off. Peace. Fucking